Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Við fáum einhvern til þess að koma til okkar, leyfa okkur aðeins að kynna sér og kannski leyfa okkur að spegla sig í viðkomandi og hingað komin Inga Sæland, dvölgminn. Já, takk fyrir. Þú veist að þú komið hingað að peksu pólitík? Nei, ekki núna. Nei, ég ætla ekki að tala um það. Skemmtileg tilbreyting. Já. Herðu, þú varst að segja mér að hundurinn væri veikur, þannig að þú ert svona... Já, þetta var Þú ert ekki upp á þitt besta eins og sagt þér? Nei, maður pínlítið svona sorgmættur og áhyggjufullur. Hann er nú ekki, hann heitir Lopi, Chihuahua strákur, 10 ára. Hann er nú ekki alveg örendur ennþá. Nei. En við erum með hann í einhverju lyfjameðferð og hann var bara nærri dáinn í fyrradag. Og það sem var nú svo einkennilegt að hvernig hann gat frá því að vera daginn áður að hlaupa og skoppa úti á eftir frisbee upp í sveit í það að vera sko í andnuð og bara nota allan litla líkamann sinn til þess að anda. Við förum með hann á dýraspítalan og þar eru tekna myndir og þar kemur í ljós að hann er með stækkað hjarta og lungun hans eru hlaðin bjú og fulla vökva. Bara helveikur. Og sko bara ég er náttúrulega erfitt með að skilja sko hvernig þetta getur orðið svona óbúslega mikið svona fljótt. En hann var meðhöndlaður með einhverju vasslósandi í lungunum og við sátum með hann í fanginu á dýraspítalanum á meðan hann var opið þar hérna í Grafarholtinu og læknirinn sagði já það kemur í ljós á næstu klukkutímum hvort að litli kallinn er að koma eða fara, hvort að lyfin virka eða ekki virka. Nú ég held nú að lyfin séu að gera heilmikið fyrir hann og hann var mun betri til dæmis í morgun þegar ég var að koma til þín. Hún áður að sitta í hann lyfin? Já, ég náði því og það er það Guðsblessun að skuli taka litlu, ég er svona nammi stöngla, svona einhverja svona hálf svona mjúka einhvern veginn og skerði þetta niður í pínlitla bita og geri hólur í og reyna að fela töfluna til þess að blöffa hann sko og ég hef nú ofta að hugsa með mér, með við hvað þau eru nú líktnæm. Hvernig ég narra þessu í hann. Þannig að... Ég átti einu svona tík sem að borðaði flest en alls ekki ólífur. Þó nú væri. Það var alltaf ólífur eftir á disnum sko. Já, og ég var svo að leika mér að ýmsa leiðir til að koma á nýjan ólífur en það tókst aldrei. En af hverju ólífur? Ég veit bara... Er það svona gott eða? Nei, ómildi brekjúlur. Nei, ég meina, er þú holdt fyrir þau? Nei, bara því að ég var bara gefinn í madraganga. Já. Þetta núna kaupir fólk bara tilbúin mat handa hundunum. Aldrei, nei. Það er heilu rekkarnir út í stórmarkaði fyrir hundamat og kattamat. Hvað segir? Hvar? Heilur í stórmarkaðurum, það er bara heilu rekkarnir. Já, við höfum aldrei verið þar með dýrin okkar, meira svona bara okkar matur og til dæmis mammans Lopa sem er nú sennilega, ég tók hana þegar hún var 8 ára gömul. Lopi hefur verið hjá þér allar tíð. Hann fæddist, já, hún var hvolpafull þegar hún kom til mín og ég var nú bara að fara að passa hana í viku 10 daga en einhvern veginn þá æxlaðist nú þannig að litla dúllan er stelpan mín og svo kemur að því að hún er að fara að eiga hvolpana sína, þá var hún hafði ekkert í það að segja. Hún var ekki í góðu formi þegar hún kom til mín og þurfti að fara í keisara og þá kom þessi litli Lopi sem að nú gjör ólíkur henni að geðslæði svo ekki sem er að sagt því að hann hefði átt að heita Illugi eða eitthvað hann varðhundur sko og reiður maður ætlar að setja hann í bað eða eitthvað þá hann bara verulega reiður ég verð að segja það ég stundum hálf bara rætt við hann Stór hundur í litlu líkamar mikið ljóm í pínu litlu búk sko, já, það má segja það en svona er þetta að maður finnur það hvað maður elskar þessi litlu kríli og hvað þau treysta manni og þykir vænt ég hef til dæmis það er svo einkennilegt bara þetta er svo börni maður sem maður er að fara með þetta til dýralæknisins til dæmis ég fer nokkli með börni þangað en þegar ég fer með hann til dýralæknisins að hann bara tegir litlu framfætuna til mín og bara, taktu mig hann er nú ekki vanur að sko kasta sér svona í fangi á mér en þetta traust og þessi elska Traustir á þig Já En það getur verið slítandi að fylgjast með þeim hérna í erfiðleikum og veikindum
Já, maður sefur ekki rótt, má segja það. Það alltaf með andvar á sér, af því hann var svo bara nálægt í að kafna í fyrra dag, maður hálf skelkaður, ég var að segja það. Þannig ég að bíða eftir að litli kallinn komi alveg tilbaka og þetta það mikill nagli að ég full að trú að hann gerir það, en ég heyri það auðvitað þegar komið svona galli, mér skilst að sé svona algengur þessi galli. Já. Og dýralæknir sem ég talaði við sagði að það var að fá svona 3 til 5 tilviki, jável á viku, þar sem að væri eitthvað svipað því sem að lopi litlega að gangi í gegnum. Það er náttúrulega algengt í þessum ræktuðu tegundum að það eru gallar. Já. En eru við göllu nokkuð, Smári? Nei, við vorum alltaf ekki ræktuð. Við erum hreinræktuð hérna. Við vorum ekki ræktuð með sömu markmiðum. Stökkbreytingum, nei. Herðu, en fyrst þú segir það, ef ekki bara byrja á byrjunin, ég spyr stundu fólk sem kemur hingað hvernig það mann fyrst eftir sér. Hvað það var? Ég held að ég muni fyrst eftir mér 62-3 þannig þegar stóri jarðskjálftinn var. Ég man ekki svo mikið eftir mér fyrir þann tíma. Mér rámar í það að ég hafa verið að vappa og teygja mig undir litla rúmið til að sækja koppin. Ég var búið að sjálfberga. Ég var náttúrulega eiginlega blind á þessum tíma. Og en ég man greinilega eftir því þegar ég er 30 ára og jarðskjálfti mikli þá man ég greinilega eftir mér. Því að við vorum vakinu miðanótt og systir mér var bara pínulítil í vöggu og vafinn inn í sæng og pappi og mamma þutu með barnahópin til systir hans pappa, heitina systir hans pappa og það var talið vera öruggari staður að vera á því það var bara eins og væri allt að farast. Himnarnir bara að opnast og jörðina bara gekk allt í bylgjum heilengi. Og ég man þetta alltaf, já. Og hver varstu þá? Ég var heima hjá pappa og mamma í Ólafsveginum og Ólafsverði, fæddu uppalinn þar náttúrulega. Byggum á neðri hæði svona litlu verkamannabústaðir sem er svona kubbahús með 4 íbúðum. Við vorum á neðri hæðinni og í 6 manna fjölskylda í 70 fermetrum. Og sem var ekkert óalgengt þá? Já, við vorum til dæmis, það var ekkert bað heima hjá mér. Og þannig að við böðum okkar í vaskahúsinu í þvottabala alveg fram þangað til ég fór að heiman. Mamma fekk aldrei, það var aldrei sett sturta eða baðker. Og svo var þetta herbyggi, þau nýttu náttúrulega ekki nema bara brot af þessum 6-8 fermetrum sem hæðin taldi vegna þess að vaskahúsið var náttúrulega 18 fermetrar sem var náttúrulega bara sameiginlegt við efri hæðina og það var svona eins og við kölluðum draugur, svona þessi gömlu ofnar, mamma, þau kölluðu þetta draug, ég veit ekki út af hverju. Og svo aftur á móti stór... Það var olíufýringar? Nei, kólavél. Nú, svo gömul, ekki? Já, það var stór með 2 hellum og þar voru eldhúsvið og alls konar. Bara, það var ekkert verið að hugsa hvort það var verið að spara rafmagnið endilega en þetta var notað fyrir jólin, elda hangikjötsvið og alls konar setta á þetta, var að kynda þetta. Og svo var aftur þessi hár og grannur eins og ég. Hann var kallaður draugur, velja. Þar setti mamma alltaf lagði alltaf, hann var alltaf ylur í honum. Og þar var verið að setja ullasokkan okkar og vettingana, þeir vorum að koma snjóu heim. Og já. Þannig að svo var aftur innsta herbergið þetta var svona langur gangur, 2 stór rými á hægri hönd, annars vegar var eldhús og inn af því svona lítið herbyggi og síðan var eitt annað herbyggi sem var í raunni, þú veist, þetta var eiginlega stofa og svefnherbyggi og allt saman við nýttum þessi verelsi, þetta voru 36 fermetrar samtals eldhúsi og þessi herbyggi sem við nýttum og svo í endanum var pabbi með netavegstæði sitt þar sem hann var náttúrulega sjóari, strandveiði strákur og inn í íbúðinni? Hann átti litla trillu og hann notaði, hann var með norðurherbyggi þarna undir veiðafæri og var að fella og alls konar setja, þeir voru með pilka og króka og við fengum að setja krókana og gúmíinn og pilkinn og allt þetta og svo aftur á móti þegar bróði minn fermist, elsti bróði minn, þá
þá var tekið þetta herbyggi gegn og það var einangrað og gert alveg glæsilegasta rýmin í húsinu með stórum flottum fataskáp. Fyrir prinsinn? Bara, ekki fyrir prinsinn, það var hjóna herbyggi pappa og mömmu og var það alveg rosalega flott. En bróður minn elsti, hann ólst upp meira og minna frá því hann er 10 ára, 8-10 ára gamall, þá flyttur hann meira og minna til sko ömmu og afa sem hann var kallað Sæland. Þau byggu í næstu götu norðan við, vestu götunni svo kallari og þangað skoppaði maður alltaf á mótnana. Amma var þessi sem var með alls konar kostgangara eins og kallaðist og maður skottaðist þangað, við vöknuðum alltaf snemma. Mamma sá nú til þess að við værum komin í háttinn sko og sofnu fyrir 8, alltaf, fram að fermingu og við skottuðumst, vöknuðum snemma náttúrulega, kannski vöknu klukkan 6 alltaf og þá var alveg óætt að fara í heimsókn til ömmu því að var hún búin að vera að baka soðubrauð og kleinur og alls konar. Og ég man að þar lærði ég til dæmis að draga til stafs. Þar lærði ég, fyrstu stafina mína. Afi minn var að bera út blað sem hét þá Alþýðumaðurinn. Og í horninu, ég man alltaf eftir því líka, í horninu uppi til vinstri fremst, þá stóð það stórum stöfum AM. Og ég var voða fróðlegsfús. Ég var mjög spurul og ég spurði ömmu hvaða stafir eru þetta. Ég var bara lítil, 4 ára, eitthvað svona. Og amma sagði mig það og kendi mig svo fekk ég að skrifa þegar amma var búin að hnoða og hérna, þetta var svona harðplast einhvern veginn plata á borðinu hennar í eldhúsinu. Og þegar hún var búin að baka og hnoða þá var það alltaf eftir svona klessa á borðinu og amma setti svona vatn á þetta og var að skafa þetta upp til þess að þrífa borðið en ég fekk þá að gera það ef ég var á staðnum og fekk ég að bleita þetta aðeins og fekk að æfa mig að skrifa bara með putton í þetta A og M og það það maður sem minnast og til dæmis þegar það var vorskóli þarna á þessum tíma við vorum 5 ára og fengum að fara í vorskóla og þá man ég eftir því að þá var gagn og gaman náttúrulega, stóri stafir, ég sá þessa stafi og svona eins og AM-ið á Alþýðumanninum og ég var farin að kveða að og kem heim með lítinn miða og á honum stóð 70 atkvæði og þá ég 5 ára og pappa og mamma átti ekki eina stólu vissi ekki einu sinni kynni stafi þannig ég hef nú eitthvað verið leyndardómsfull eða ekki þótt að merkilegt, ég var ekkert að engi var að tala það, þannig að sé eitthvað sem þú gerði bara heima hjá ömmu eitthvað sem þú gerði bara heima hjá ömmu ég tengdi það ekkert út fyrir það þannig að Men þetta svona, þú ert að lýsa heimi sem svona kannski eitthvað farinn svo þetta svona hann það á margan hátt og ég segi sko þarna gríðarlega mikil nánd og mikil kærleikur og eiginlega sko maður sko saknar þessu rosalega mikið vegna þess að það virðist vera núna í dag þessi hraði það hefur engin tíma það í rauninni gjörbreytt allt landslægið í kringum fjölskylduna nú fjölskyldan ekki lengur þessi hornsteinn samfélagsins sem hún var á þessum tíma þrátt fyrir að við séum að telja okkur trú að fjölskylda sé hornsteinin í dag þá í rauninni hittist fjölskyldan orðið sko þegar börnin eru uppkomin og farin og komið sína fjölskyldur og annað slíkt það náttúrulega mismunandi, ég ætla nú ekki að halda því fram að það sé allstað þannig en það mjög oft svoleiðis að fólk hittist frekar Þetta hátíðabrigði, það ekki lengur hversdags á grill á laugardagskvöldi eða við erum að hittast í páskamatnum eða jólin eða fara saman kannski í sumarbústað en ég minna það ekki þessi daglegi umgangur eða og þessi náttúrulega þessi samfélagsgerð sem hefur vaxið í þá átt að það þarf báða foreldrana til þess að geta alveg önn fyrir fjölskyldunni og gengur það náttúrulega eins og þú veist misvel og margir eiga bara mjög erfitt með það þrátt fyrir að vera bæði að vinna myrkran á milli heima í gamla daga þá var það bara megin reglan að mömmurna voru heima og papparnir voru að draga björg í bú Líka í verkalýðsstétt Já sko þá var það meira þannig að konurnar þær fóru konurnar í síld og
Já, það voru þessar vertíðir sko. Mamma þín, amma þín var með kostgangara Já, og líka þú veist frystihúsið, þeim Ólafsfirði voru 2 frystihús og þær voru að vinna mjög mikið á frystihúsinu, sáum að skera úr og allt það, en konur sem voru með lítil börn heima, þær gátu þetta ekki neitt, nema amma væri á lífi og kæmi þá heim og hugsaði börnin eða þá bara hreinlega mömmurnar fóru bara með okkur krílin til ömmu og afa og það var bara eðlilegasti hlutur í heimi. Það bara halpaust, nú er ég komin í vinnu og er ekki allt í lagi og allt þetta sko, en jú, eins og þú segir á Siglufirði, ég held að bæði á Siglufirði náttúrulega eins og við vitum var alveg svakalega mikið síldarævintýri alltaf reynd og á Ólafsfirði voru 3 starfandi síldarplön, hvorki meira en minna. Og það verða, sko það voru ekki bara mömmurna, það voru í rauninni allir sem vettlingi gátu valdi á þeim tíma þegar vertíðin stóð yfir sem að voru á planinu og það voru settir kassar og alls konar undir bara litla krakka sem að voru að sko við fengum að taka þátt. Það ég kannski ekki eins að því ég náttúrulega, var heft út af þessu sjónleysi mínu en ég fekk að gera annað í staðinn, ég var vinsæl að passa börn. Þau voru mjög ánægð með mig, ég las ekki endilega fyrir þau en ég bjó til sögur og ævintýri og þau voru alltaf aðalpersonan og svo söng ég mikið fyrir þau og ég var alltaf að leika og alltaf tilbúin og alltaf tími og kannski út af því að ég bara elska börn og ótrúlega gaman að vera með þau alveg frá því ég var bara lítil sjálf. Þannig að En segðu mig frá fóreldrinu, hver er mamma þín? Mamma mín, Sigríður Sæland Jónsdóttir, hún er ættuð frá Siglufirði. Magnea Stefánsdóttir móðir hennar og Stefán afi minn, Númi afi minn sem var hennar maður. Þau eignuðust 3 börn og þar á meðal mömmu, mamma var elst. Nema það að þegar móðir mín er 3 ára, sennilega, verða 4 ára. Og þá er amma Magga eins og við kölluðum hana og hún ganga með sitt 3. barn. En þá gerist nú sá sorgaratburður að það fest þarna lítill bátur bara nánast í flæðamálinu í Ólafsfirði. Og afi minn var ósyntur. Hann drukknar þarna, fólki sá, hann drukknar bara þarna frá börnunum sínum og konunni. Og þarna var náttúrulega mikil fátækt. Og ég vissi að amma Magga hefði verið að þvotta og ýmislegt að gera svona til þess að reyna að draga Björg í bú og þá það voru takað sér svona verkefni sem þær gátu þá unnið heima með börnin. En í garðinum, sko norðan við húsið hennar ömmu Möggu, þar einmitt var Sæland og þar bjuggu amma Nína og afi Nonni. Amma Nína sem að ég sagði þér áðan og kendi mér að lesa og draga til stafs og svona að þeim var ekki barnaauðið, þau hafði ekki getað átt barn en afi Nonni, Jón Ingimarsson, hann var sem sagt albróðir Núma afa og þau taka að sér mömmu og Ingimar heitinn sem var næstelstur, taka að sér þessi börn, þannig að í rauninni er amma Magga með börnin sín bara hinum megin við garðin og þau áttu bara þarna 2 mömmur, 2 heimili geng á milli alveg en amma Nína og afi Nonni fjárhagslega betur burðug til þess að ala önn fyrir þeim og líka það að sko mamma var ættleitt en ekki Ingimar þannig að nú í staðis að vera Núma dóttir eins og Ingimar var alltaf alla sína ævi Númason að þá var mamma Sigríður Sæland Jónsdóttir ég er skýrð í höfuð og Ingimar og það var Inga og en móður mín er sem sagt, svo er náttúrulega hún náttúrulega er að verða sko hún fæði 36, mamma er að verða sem sagt 80 og hvað 6 ára núna í júni 36, hún er að verða 88 ekki? Hún er að verða 88 ára Tíminn flýgur hún er að verða 88 ára sko hún er ennþann dag í dag algjör skvísa býr í sinni íbúð eða leigir íbúð í Þverholti og hún er svo sem að ringir í mig fyrir páskana eða hvenær sem er segir elskan mömmu vantar ekki svampbotna eða á ekki mamma baka fyrir þig og rosalega dugleg alltaf og frábær sko en hún sem sagt verður
ófrisk af elsta bróðu mínum þegar hún 16 ára gömul. Lítil og nett, lítil stelpa og íþróttaálfur og það vill nú ekki betur til en svo að það tók móður mína viku að koma honum í heiminn og hún missir vatnið þannig á sunnudagskvöldi, bíó á Ólafsfirði og bróður minn fæðist á laugardegi 6 sólarhringur síðar, skrifaði þessa fæðingu í mannlífi Múlan því að þetta var mjög sorglegt. Þarna fór rafmagnið af 30. október loksins að bróður minn kemur í heiminn, ofsaveður, ófært á láði og legi og mamma mín fór mjög illa, það þurfti að taka bróður minn með töngum, það átti nú fyrst að reyna bara að sko bjarga henni með því að lima þetta barn frá henni en hún var þarna kona læknisins og grátbaðin að reyna að gera allt til að ná barnin út og það tókst en bróður minn mjög fatlaður í dag, duglegu flottu maður á sín 4 börn og konu og allt það en fatlaður og ég held hann hafi verið 5 ára þegar hann fór að geta gengið og nærðist í gegnum sondu í einhvern langan tíma þetta var mjög erfið, þetta var svakalega erfið reynsla og pabbi minn hann í rauninni náði sér aldrei af þessu, hann var þarna inni og horfði upp á hann var nú að vinna þarna í sláturhús og hann sagði þetta var verra hann sagði það hefði bara verið allt í blóði sko, upp í loft og út allt, hann sagði aldrei að sjá næðis og mamma í rauninni náði sér aldrei andlega eftir þessa lífsreynslu. Hún á þarna 3 börn og eftir það gengur mjög vel. En Númi var náttúrulega vel yfir 20 merkur, allt og stór fyrir hana og hún með einhverja skekkju í grind eins og gengur að gerist og þetta bara gekk ekki upp. En hún eignar sem sagt okkur 3 í viðbótum. Það gengur mjög vel en ég tek eftir í gegnum lífið þá hefur mamma alltaf verið það voru alltaf að rifja þetta upp hún var alltaf að ganga í gegnum þessa fæðingu alveg frá því að mann eftir mér og þessir einstaklingar voru ekki að fá neitt sem heitir áfallahjálp sálfræði viðtöl ekkert til þess að vinna úr svona svakalegum áföllum móðir mín var eiginlega lömuð í einhvern ákveðin tíma og gat ekki gengið og annað slíkt þannig að og það var ekkert sem hét endurhæfing það var ekkert verið að senda hann á Grensás eða neitt, fólk á þessum tíma og á þessum stað það einfallega bara bergaði sig sjálft og Þú sagðir áðan samfélagið sem að þú kemur úr og þá verið svona meiri nánd Já og það svona eins og kemur fram bara í þinni sögu að það svona dreifð ábyrgð á börnunum, uppeldi barnana, það þorp til alveg barn og allt það. Já. En þessi nánd, var hún ekki þannig að hún gat tekist á svona áföll? Þannig að nándin var ekki þannig að fólk gat rætt áfölli sín eða... Jú sko, sérstaklega amma Magga, til dæmis í sambandi við mömmu, amma Magga kom á hverjum einasta degi og oft á dag. Hún átti heima stutt frá og kallaði mömmu alltaf Ditta mín og þær áttu rosalega sko gott samtal, trúðu hvor annari fyrir öllu og voru trúnaðvinir. Amma Nína var meira lokuð, þanniglega séð, hún var ekki að tala um svona kannski djúpstæðar, eitthvað hugarangur, meira svona hlý og hjálpsöm og vildi allt gera og baka handa þér og allt það. Og alltaf til staðar en ekki þessi kannski opna eins og amma Magga. Ég held að amma Magga var svona já, hún hefur sennilega verið sá faktor sem að hefur hjálpað mömmu hvað mest andlega í gegnum svona mikil áföll en auðvitað samheldni í fjölskyldunni og bæði bræður mömmu og annars slíkt og allir að koma að því að aðstoða náttúrulega þannig hún lítil sko, þannig hún bara 17 ára tæplega 17 ára þegar hann fæðist og ég held að á þessum tíma þetta hefur bara verið svakalega erfitt. En konur hafa kannski stuttað hvort aðra, mæður og dætur og systur og svona, en kallinn, pabbiðinn, það var enginn sem að var að tala um hann. Það var enginn að hugga hann endilega, nei. Þeir einhvern veginn létu sig hafa það, skrítið, földu sig í vinnunni, notuðu vinnuna meira og jú, veistu að kallarnir, það var svolítið fallegt samfélag líka hjá einmitt, köllunum okkar vegna þess að
þú veist, þetta voru vinir sem voru saman á sjó, bryggjan var alltaf þakin af ungum sem öldnum, þeir voru að skvera bátana sína á vorin og þeir voru að kalla á milli og þeir eru á svipum mið og voru alltaf í þessum samskiptum. Svo áttu þau sitt, þeir voru að spila bridge, voða mikið bridge-menning og tefla skák og það var svona andlegar íþróttir. Þar var, ég man eftir í litlu íbúðinu heima, þeir komu þarna kallarnir ríktu svoleiðis eins og strompar, ég man hvað það var hræðilegt að koma inn í herbergi og alltaf fylgjast með þeim spila, ég fikk stundum að sitja og spila en auðvitað dugði maður ekki lengi í þessu mekki, það var ekkit verið að tala það á þeim tíma hvort þetta væri gott eða vond, þetta var bara hræðilegt en þar voru þeir að bom og svona að spila og þeir gleymdu sér svona í þessu en ég tók líka eftir þessi menning að konan sér matinn og það var engin þriðja vakt á þessum tíma hjá kallinum myndi ég halda minnstakosti hann skaffaði ég gæti ekki séð það í kringum mig já ég meina nú í dag það þannig að skiptir ekki máli þó að það sé annar aðilin sem fyrir hann hann á líka að taka þriðjuvaktina jafnvel þó að hinn aðilin sé ekki að gera neitt nema hugsa börnin sem ekkert nema þetta risaverkefni en þetta einhvern veginn orðið þannig að sá sem fyrirvinnan ef það bara annar af því að það eru 2 lítil börn heima eða 3 eða eitthvað hann á bara líka að taka þátt sá einstaklingur hvort sem það konan eða maðurinn þegar hann kemur heim það bara þannig frekar konan ætlast til þess hefur mér fundist en þetta ekki jákvæmt? Kallin til þess að ég meina ef þú ert að koma alveg drullu þreyttur heim klukkan 7 á kvöldin og þarna einhver veikindi og börnin eru hitt og þetta ég meina og þú átt að mæta klukkan 7 morgun eftir í vinnu jafnvel að vinna erfiðisvinnu ég held að ég minnstakosti myndi alltaf taka tillit til þess og taka það á mig að vaka þá nóttina og halda dampi heldur en ætlast til þess að þú yndislega eiginmaður sem að draga Björg í bú væri sá sem að þyrftir að taka nætuvaktina líka og svo aftur dagvettina og svo koll á kolli, þú veist, þannig að Ertu ekki bara gamaldags? Ég kannski bara gamaldags en ég held ég sé svolítið sanngjörn og þegar við að tala jafnrétti já, þá á það að vera svolítið mikið jaft, já jafnar en þetta finnst mér ekki jafnræði, jafnrétti mér finnst þetta ekki jaft mér finnst það hallast á annan aðilan frekar en hinn en ég menna ef að báðir aðilar eru að vinna utan heimilis barnið og börnin á leikskólan og slíkt þá liggur það náttúrulega alveg í hlutanis eðli að þau að axla ábyrgðina algjörlega 50-50 en ef þú skilur hvað ég en heimilishald þarna 63 þegar þú manst fyrst eftir þér í þessari litlu íbúð sem að þó var bara kannski helmingurinn að henni notað sem íverustaður þá var náttúrulega heimilishaldið miklu meira fyrirtæki heldur en í dag þvottanir bara að þú af það var svo líflegt eitthvað það voru gömlu Hoover þvottavélar svona það var svona eins og voru komið svona þvottavélar það var svona búb eitthvað í miðjunni sem snýr hvað heldur ég sé orðið nýra jú það voru svona suðupottar suðupottar, ég meinti þeir suðupottar, þar sem að líni var sett onni og svo var það með prikki í þessu og þetta var lagt í bleiti fyrst og þetta var fyrirtæki ég meinti þetta svona aðferðum já, og svo var þetta suðupotturinn og svo var það Hoover-vélinn sem að snýri þessu og svo var það vindan til þess að vinda tauið og ég fekk nú stundum að snúa, það var ekki einu sinni rafmagns, það var bara hand og svo nefnum svona sterkur alltaf nei, en jú, svo náttúrulega sláturtíðin og pappi saltaði allt kjöt og það var alltaf síinfiskur og hengd upp skreið og pappi fór á svartfugl og það voru eggjatínslur og það var í rauninni svona ákveðin sjálfsþurftar búskapur þannig að séð og það var ekkert verið að labba út í búð og sækja allt hvað eina enda líka Sumir voru með fjö inn í bæjunum eða ekki? Jú, bara norðan við húsið eða íbúðuna sem við byggum í og ég ólst upp í það var í fyrsta lagi trésmiða vestaði og svo við hliðina við köllum það fjósakverfi þar voru allt það voru hestar og kindur, ekki kýr af vísu, ég man ekki eftir kúm en hænsn og kindur og hestar og
og maður var alveg í nánd við þetta. Það var að rækta bara mat. Já, maður fekk að fara þarna og gefa þeim og heimsækja þau og litlu lömbum voru að fæðast og maður var alveg bara í sveit inn í bænum. Það má segja það, já. Það er alveg rétt. En pabbiðinn, hver er Pabbi minn, Ástvaldur Einar Steinsson, hann er fæddur og uppalinn á Ólafsfirði eða þarna kemur frá Kleifunum eða því að amma Júlíana, hún kemur eins og ég er að skila, ég er ekki góð í ættfræðinni minni en ég veit bara það að hann, Magnús Jónsson, veðurfræðingur, hann er bara náfrændi minn og hann er búin að vera að segja mér ýmislegt að sko mamma hans og amma mín Júla, þar voru systur og við erum bara stór skild, þannig að pabbi minn og hann eru sem sagt systra synir og hann fór að segja mér alls konar erfiðleika og ég ætla nú kannski ekki að tíunda það endilega hér en svona hvernig þessar ungu konur voru að bjarga sér í þáttíð eins og amma mín Júla, þær fóru náttúrulega gjarnan í vist og alls konar svoleiðis en ég með segja er líka hluti af mínu fólki kom úr Fljótunum og það var nú alltaf hvernig var hann Jón frændi á Móafelli og eitthvað svona, þetta var náttúrulega fólk sem var löngu farið fyrir mína tíð, engu að síður þó að eldri frængur, amma, afi þekktu þetta, en amma mín Júla deyr þegar ég er sko bara 4-5 ára gömul og ég man ekkert mikið eftir ömmu Júlu, þó hún byggja á hæðinni fyrir ofan en samt sem áður þá sko ráma mýjana afi Steini var dáinn á undan, þannig að ég myndi ekki eftir honum, en pabbi alltaf óbúslega duglegur, þeir voru komnir 13-14 ára á sjó og unnu myrkran á milli og hann var náttúrulega verkamaður allt sitt svona nánast allt sitt líf og sjómaður náttúrulega á sínum með sinn eigin rekstur þanga til svona miðjan aldur þá fer hann, og það var nú svolítið skemmtileg saga, þá ræðist hann á bátinn hjá honum mundaheitnum tengdapabba mínum sem engi vissi að ætti eftir að vera tengdapabbi minn, þá var hann skipstjóri á Önnu og F7 sem að núna er eikarbátur held ég núna í sjóræningjaskip í Grafavogi hvorki meirinni minna en þetta var sem sagt 20 tonna eikarbátur og þeir voru þeir eru, skal ég segja, þessa stóru vertíð sem voru gerðar á þessum árum, það til dæmis rétt áðurinn að kemur á kvótakerfinu. Þeir voru ekkert að fylgjast með því hvort það væri að fara að koma á eitthvað kvótakerfi eða eitthvað. Þá gerðu þessir þeir voru 4 og 5 kallar á þessu þeir voru með 6 og 7 trossur, þeir voru með, sko, ég man ekki hvort það voru 10-12 net í hver einustu trossu, þetta var ekki smáraðis magna netum sem þeir þurftu að draga daglega þegar gaf á sjóin og þannig að það var, skal ég segja þér, þarna 400 tonna vertíð bara rétt í undanfara kvótasetningar og svo ákveðu tengdapabbi og þeir voru orðnir fullorðnir, þessir naglar sem áttu þessa útgerð, þeir voru líka með salthús og söltuðu og gerðu allt sjálfur og héldu úti rosalega glæsilegri sko starfsemi og voru með fólk í vinnu og veittu þarna störf allt nokkrum eins og gengur, en þeir ákveða að selja útgerðina einhverja hluta vegna þá og vildu ekkert að þeir tækju við þarna strákarnir þeirra sko Óli minn til dæmis og svonar dóttursonur sko annars eiganda sem við köllum nú Dúdda, Halldór hét hann þeir vildu nú bara losna alfari við þetta allt saman hreint og seldu þetta einhverjum kalli á Húsavík sem að borgaði reyndar aldrei neitt fyrir þetta hvorki þetta eða tjóhúsi eða allt netar, hann fekk allt saman úthaldið þeirra og það tíðkaðist nú greinilega ekki þá að fara í máli eða rifta kaupsamningi eða eitthvað það bara látið yfir sig ganga æfi starfið, bara húf og ekkert varðum neitt kvóta eða neitt slíkt þannig að það, ég hugsa hafi nú verið all nokkri sem að duttu svona á milli skips og bryggju þegar var verið að taka kúvenda og kollsteipa öllu þessu kerfi og í rauninni þegar aðdragandinn er að því að leggja þessi litlu fallegu pláss okkar í auðn.
Þannig að munaði kannski ekki svo miklu að þið hjónin eru kvotaerfingir. Munaði bara engu, allavega hann, ekki ég. Ég er náttúrulega eldan í því, en síðan fer pappi, þau skilja pappa og mamma, þegar að systir mín er á fermingaraldri. Þá er ég náttúrulega komið minn kærasta 17 ára og það er hann Óli Már, eini gæinn í öllum bænum sem ég ætlaði sko aldrei neitt að líta við því að hann var svo mikill kvennabósi fannst mér og 6 árum eldri en ég og systir mín eftir að pappa og mamma skilja og fyrir mamma suður til Reykjavíkur og systir mín býr hjá mér og Óla í dálítinn tíma og svo eignast hún sinn kærasta Ara Kristins Gunnarssona sem að fersta slysförum í Púmarí, hann var að klifra þarna í 91 í Nepal og Rapar og þá hafði ég raunni 2 árum áður 3 árum áður þá hafði ég mist bróður minn Helga af slysförum einmitt. Þetta var yngri bróðir eða? Hann var 2 árum eldri en ég, við vorum svona óbóslega náin lík, bæði fyrir tónlist, hann var trommari og söngvari og ég fekk að stela gítarnum, ég fekk ekki að stela gítarnum hjá hann, sko, hann var mjög fúll þegar hann heyrði að ég var að glamra eitthvað á gítarinn og hélt ég væri nú að skemma þetta því hann var nú með hann í láni líka. En svo einu sinni þegar hann kom heim þá heyrði hann að systirinn var farin að geta að spila lag. Og ég man alltaf, það var fyrsta lagi sem að ég lærði var lag sem að Hörður Torfason samdi. Dagurinn kemur og dagurinn fer. Vannst eftir því? Nei, ekki fljótu bræði, þetta verið svona kringum 70 sem var á fyrstu plötun hans. Já, svona dagurinn kemur og dagurinn fer. Kannast ekki við þetta? Já, hljómar. Og þetta voru bara 3 grip og auðvitað maður lengi að reyna að ná því en ég sem sagt læriði sjálfa að spila á gítarinn og hann lét mig síðan afskiptalausa eftir það og svo vorum við saman í hljómsveit og trúnaðarvinir. Þannig að það var... Þið voru í miðjunni, Númi elstur og svo litla Júlíana sem þá nokkru yngri. Hún 3 árum yngri en ég. Þannig að þú sér að Númi bróður minn sem að er sem sagt verður, hann er 70, hann var 70 í fyrra. Nei, hann verður 70 í ár. Hann verður 70 í ár. Að við höfum bæði foreldrar okkar á lífi. Mamma verði 88 og pappi 94. Pappi var nú að segja það að hann gerðist nú þarna netagerðamaður þarna á eftir, sko. Fór að vinna fyrst í Sútun eftir að þau skilja fór á Akureyri með nýja konu og fór að vinna í Gefjun þarna og öllu þessu. Sútun. Þar, já. Það var hryllilega vinnustar, ég vann þar að tíma. Er það? Það var bara haug og heilu fjöllin af brennblautum sko gærum og ótrúlega efni sem eru notuð við þetta. Já. Ég hef unni víða, þetta er bara eina allra vestu vinnustöðu sem ég verið á. Hann var þarna í allmörg ár og kom svo heim aftur því að alltaf heim í Fjörðin fagra og fór að vinna sem netagerðamaður. Það var nú líka dálítið snúið að vera að splæsa þessa teina. Það var ekkert smáraði, bara hálfgert þessi vírar sem þeir eru með að splæsa. Þeir voru búið til stóru teinana fyrir tógaran og allt þetta. En nú er pappi gamli á Hotbrekku og ég verð nú að viðurkenna það, hann er allverulega orðin út úr kortinu. Í orðsins fylstu merkingu, kannski ekki. Þetta er glöppaða. Sko, já, það er eins og, ég veit ekki hvort maður getur kallað það Alzheimer, ég held ekki, sko. Heldur bara svona mikil elli glöp. Vegna þess að þetta virðist vera öðruvísi heldur en Alzheimer. Tengdapabbi minn, hann var með Alzheimer. Þú sé sumt líkt með því að þá... Já, það er sumt líkt með því, sko, en... Þetta er nú eitthvað svona stórt litróf af svona heila bilunum og eitthvað að þið heitir Parkinson og eitthvað að þið heitir Alzheimer og svo er alls konar eitthvað sem að... Ég veit ekki alveg hvort það sé búið að greina þetta. Óli minn er með Parkinson, það kemur alltaf elli glöpum ekki við. Nei, ég segja svona með... Tauga, sjúkdómur. Og sko, og þá er ég að sjá það núna, nú er hann á Hotbrekku, nú átt hann að segja á því einu sinni, ég laði svo mikla áherslu á það, ég var með hann hjá mér í 2 ár og ég var alltaf að berast fyrir því hann kæmist heim og sæi fjöllinn og út gluggan og Hotbrekku og svo dásanlega fallegt bæjastæði, sæi vatni þar sem hann var að veiða alltaf í og svona og fældi með okkur krakkana að veiða á veiðistöng
en hann einhvern veginn, hann ekki að átta sig á því hann heima, finnst mér. Honum finnst ég vel ennþá og hann heldur að flestir séu ég. Og Inga mín segir hann við flesta. Þetta ekki hún Inga mín? En svo þarna gervikissa núna. Þessar sem að tala og það bara skiptir einhvern tógum að hann bara ákveðin í að þetta sé bara alveg köttur, það bara svoleiðis. Og hann verður bara hinn vesti ef kom einhver krakki og sagði að það væri gervikissa og hann bara spurði hvort það væri ekki allt í lagi. Þá hún ég man ekki hvað hún heitir, Snúður og Snælda. Snælda heitir hún. Hún snafnaði ekkert sérsta dáin af einhver annar sem skýrði þetta, segir hann. Þannig að við systur keyptum handunum annan kött daginn og færðum honum heim og nú sá köttur á náttborðinu hjá honum. Og ég ekki ennþá búin að fá að frétta sko hvernig honum finnst að sjá alltaf kisa þegar hann vaknar og sá kisi heiti Dúlla eins og litli voffinn minn sem var með hér í 2 ár og tók alveg gífulega ástfóstri við. Þannig að ég bara svo fallegt að sjá hvernig svona fullorðið fólk, hann gamall maður, setur og hann komið með heilabilun en með svona mikinn kærleika til barna, lítil börn og dýr. Þetta svona, maður sér alveg ástina geisla. Við byrjum svolítið þarna lítil börn tengja fyrst og fremst við börn og dýr, miklu síður við fullorðið fólk og svo endum við þarna kannski líka að við tengjum fyrst og fremst við börn og dýr. Þetta sagði pappa alltaf, hann sagði tvis að vera gamall maður barn. Og nú hann aftur og hann lítið barn, sko. Eitt sem ég hef spurt fólk þú búin að lýsa eða segja frá foreldrinu, þú voru ekki alveg kannski lýst. Ég fór nú ekki ættræðina, sko. Nei, ekki kannski alveg lýst þeim, en þú ert á heimili með 4 systkinum og ég hef spurt fólk hvort það hafi verið alveg upp við Ástríki, hvort það hafi fundið að það væri elskað og velkomið. Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja það að við höfum verið alin upp við Ástríki en sko kannski ólíkt því sem að ég var sjálf. Það var meira svona, hvað ég að segja, mamma vaknaði alltaf klukkan 6:30 hvern einasta morgun til að elda hafragraut og smyrja brauð og gefa okkur lýsi og tróði okkur allri hollustu. Og meira þess að gekk það langt á haustin og gaf okkur alltaf njálka meðal þó engi væri með njálk, það var hræðilegt, ég gleymi því heldur aldrei með í lífi, það var svona þykk leðja það var einhver forvörð sem hún hélt að væri í þessu sko, þegar ég skildi ekki alveg, við fengum aldrei þennan njálkavísu, þannig að kannski hefur það virkað en sko hún var alltaf þar, pappi var meiri í burtu og ég segja sko, kærleikurinn sko þegar maður að finna það, pappi kemur örþreyttur heim á sjónum, hann átti alltaf tíma. Hann enda að tefla við mig, hann spilaði við mig kasínu og það hefði hann engar sérstakar skyldur á heimilinu. Hann sat þarna þó hann væri úrvinda. Þeir fóru alltaf út á sjó þegar hann var á trillunni sinni, þeir fóru gjarnan út klukkan svona 2 á nóttunni og hann fór að sofa kvöldmat eða eitthvað var komin á sjó klukkan 2 á nóttina og sko stundu voru þeir að koma eftir háti og stundu jável setna og þegar hann var komin hins vegar á netabátinn, þá eru þeir að koma heim kannski klukkan 8 á kvöldin frá því 6 morgun eða eitthvað, draga alla þessar trossur, öll þessi net og úrvinda. En aldrei einu sinni manni til þess að pappi hafi ekki verið, ég var glöð að hann kæmi, pappi, við komum á, ég var að koma í eina skákþraut, ég var að læra svolítið og má ég sýna þér, já, alltaf. Þannig að ég segi sko, og aldrei nokkuð tíman var slegið til okkar, aldrei. En þú varst pappastelpa? Já, ég var pappastelpa, myndi ég segja. Hann var svolítið mikið uppáhald, eða ég var svolítið mikið uppáhald og hann sem sagt, mamma var þá að elda, vasku upp, þú gera eitthvað, alltaf að brasa, alltaf að undirbúa morgundaginn, þú af okkur þvottana, við vorum alltaf hrein og við vorum alltaf fín. Og og tími mömmu fór meira í það en hún var líka alltaf þar á daginn þegar maður kemur heim úr skólanum þá mamma þar og hún leyfði mig til dæmis lofaði mér alltaf að brasa í eldhúsinu, jável þó ég setti það alveg á hvolf, ég fekk að brasa við að baka skúffukökur og vera eitthvað þykta í eldhúsinu og hún var ekkert að skammast út því að þó að væri allt á hvolfi, ef þú skil hvað maður krakki, úlingur og alls konar fekk að brasa, þannig að já, veistu að maður fekk að vera svolítið frjáls en það var mjög strangt hvað lítur að útiveru
mjög stránt sko. Hvað útveru, hvernig þá? Að fá að vera út á kvöldin, að fara út eftir kvöldmat að leika við krakkana og sumrin heyrði maður þau verið yfir og hlaupa og skrottast og maður lá vakandi inn í rúmi og bara með svona söknuð, maður langaði að vera með en við fengum ekki að vera með. Við vorum alltaf... Akkur var mamma þín svona hörð á þessu? Já, hún var bara hörð á því að við færum í rúmið verið sofnu klukkan 8, hún vildi fá... Og krakkarnir væri úti í... Já, hún vildi bara fá að vera í friði fyrir krökkum á kvöldin og bara allt væri komið í ró fram eftir öllu. Svo ég man þegar maður var orðinn unglingur, ég skreið út gluggann og svo skreið ég bara aftur inn gluggann. Þannig að hún vissi ekki að ég hefði stólist út og þegar pappi vissi þetta einhvern tíma seinna þá sagði hann, þú ættir ekki að segja mér þetta, Inga mín. En ég minna, já, það var allmikið strangelsi, ég verð nú að segja það, hvað þetta var það. Og til dæmis gekk það langt að bróði minn sem að Helgi heitinn var svo mikil íþróttaálfur og til dæmis Björn Þór Ólafsson sem er nú landsmönnum vel kunnur fyrir sína afrek bæði sem stökkvari og göngugarpur og bara Íslandsmeistarinn í skíðastökki svo árum skipti, sveif svoleiðis og út allt og hann er pappans Kristins, skíðagarpsins okkar, Björnssonar. Að Bubbi, eins og við köllum hann setti á laggirnar svona afrekshóp ungra drengja sem hann sá hann var að kenna leikfimina, sem hann sá að voru afburðaleprir í íþróttum. Þar á meðal var Helgi bróðir minn. Ég heldur hafi verið 5 og voru kallaði litlu arabarnir. Og þeir komu held ég 67 eða eitthvað þegar sjónvarpið var komið. Þá komu þeir í sjónvarpssal og sýndu listir sínar. Og þetta var ekkert smáræði, þetta var alvöru. Svoleiðis flikkflakk og heljastök og fór í marga hringi og upp á hvern annan eins og gengur og gerist. Þetta var bara næstíð svo í sirkus. En okkur voru kallaðar arabar? Ég veit ekki, litlu arabarnir, ég veit það ekki. Þeir voru bara kallaði það, ég veit það ekki. Það var kannski út af klæðnaðum, þeir voru alveg hvítklæddir alltaf sko, alveg í heilum svona hvítum síðum buxum og svona eins og litlir arabar strákar svo í sólinni, þeir voru svona bjarti við þeim og rosa sætir. Ég veit það ekki, þetta hefur þótt eitthvað krútlegt. Herðu, en það er eitthvað að augunum á þér. Er það eitthvað sem að þú fæddist með það? Nei, ég fikk hlaupabólu þegar ég var 4 mánaða. 4 mánaða? Og heilahimnubólgu upp úr því sem að skemmdi sjónstöðvarnar mínar. Þannig að ég var svona það bil alveg blind til 2 ára aldurs. Alveg blind þá bara... Já, ég sá eiginlega ekki neitt þegar ég var með eiginlega svona áfram bara meira. Smám saman kom eitthvað tilbaka, ég fekk fyrstu gleru mín þegar ég var 10 mánaða og mamma sagði aldrei reynd að taka það af mér, snertuðu aldrei, þannig eitthvað hafa þau gert fyrir mig. Smám saman kom þó sjón tilbaka, ég er með tæplega 10% sjón en sjáöldurinn dragast aldrei saman, þannig ég er alltaf með eiginlega ofbirtu, það er það sem að hefur setið eftir, ég sé afskaplega illa í birtu og á mjög erfitt með, þess vegna er ég nú oft með sólgleru og langar helst að vera með þau hér og nú. Og á alveg kolsvört sólgleru ef er sól og snjór, það er bara dásanlegt sem ég veit það geta sett upp bara alveg svört gleru sko. En svo er ég alveg litblind líka, það eðilaði eitthvað sem þeir kalla tappana eða eitthvað, ég hef ekki vitað á þessu en allavega þá sé ég enga mun og svartkvítu sjónvarp og lita sjónvarpi og skammaðist mér mjög mikið fyrir þennan þátt alveg fram eftir öllum aldrei. Skammaðist þín fyrir að sjá illa? Ég skammaðist mér fyrir að vera litblind. Það var gert svo mikið grín að mér að einhvern veginn þá skammaðist ég mér fyrir það og mamma raðaði öllum, ég var að lita á svona, hún raðaði öllum litunum í röð svo ég færi nú ekki að gera heiminin grænan og hafið sko einhvern veginn gult eða brúnt eða eitthvað, þá ég lærði allt utan að hvernig röðin var á litunum mínum, líka þegar ég var að reyna að sauma út og svona, lærið allt utan að, alla liti og Óli minn til dæmis er yndislegu listmálari, málar alveg óbóslega fallegar myndir og þá meini ég ekki abstrakt og eitthvað sem ég myndi hvergi hengja upp á vegg, ég er að tala um alvöru fallega myndir. Þú myndir ekki hengja abstrakt myndir upp á vegg? Nei, ég nenni því ekki. Ég vil ekki bara einhver strik og einhverja klessur, ég nenni því ekki neitt. Ég hugsa maður, ég vil vera að hugsa með mér að kannski myndi ég gera skemmtilegt málverk að því að störu litblind og væri með fullt alls konar litum, samsetningin er alveg út frá öllu kortjúruglega og það myndi kannski þykja bara algjört með því að ég get ekki betur séð heldur svona listunnendur eða þeir sem lesa í listina sjá út úr þessu
alls konar sem enginn sér. Stundum við fólk sjá bara eitthvað óvænt. En ég sem sagt alveg fram eftir öllu í okkar hjónabandi. Þá var hann að segja, Inga, sjáðu hérna, hvernig vissir setningin hérna og ég segi, já, ásti mín, þetta örugglega virkilega fallegt og segir hann, æ, fyrirgefðu, elskan mín. Því ég náttúrulega alveg eins og í þinginu og hvað sem ég fæstir átt að segja á því hvað ég sé illa. Ég hef spurt þig sko hvort þú sjáir mig og eitthvað svona því að maður átt að segja ekki á því verða í kringu þig að þú sjáir illa sko. Þannig að maður gleymir því. Þannig að ég var einhvern veginn hérna frammi og var að spyrja hvort þú sæði mig og ég bara var að velta þig fyrir mér sko, hvað þú sægir. Getur lýst í hérna hvað þú sér? Nei, það ekki tækt að lýsa því ég þekki ekkert annað. Ég get ekki borið það sama við neitt. En ég til dæmis myndi ekki þekkja það út á götu. Ég myndi, ef þú ert með einhvern sérstakt göngula og eitthvað sem að ég hef, þú veist, átta mig á að þetta er þú, þá myndi ég vita að þetta væri þú. Af því ég sæi fígjörið, þú veist, hollinguna. Og svo skynjun sé sterkari á þér. Já, og þannig að hérna, en svona, ég er heppin, ég myndi segja það, ég er einstaklega heppin að ég skildi missa sjónina svona ung og þróa það með mér allan tíman, fá að þroskast með mínum höftum, hvað það var það, minni föllun, vegna þess að ég get ekki ímynda með hvernig það væri ef ég hefði fengið að sjá liti og fegurð fjallana og allt sem allir er að tala náttúrufegur og nú eru haustlitirnir svo fagrir og eitthvað svona og svo það bílprófið og ég náttúrulega get ekki keyrt bíl og hef aldrei mátt taka bílpróf náttúrulega og allt það að hvað ég er þó blessuð að hafa sko ekki fæðst með það að þurfa að missa þetta 10 ára, 12 ára, 20 eins og fólk sem er að sko með RS eða þessa augnsjúkdóma sem að draga þá til blindni eftir að þú hefur fengið að njóta þess að sjá. Þannig að ég segi bara, ég er blessuð hvað þetta varðar fyrst að þetta átti fyrir mér að liggja en staðreyndin er svo að ég fekk að vita það eftir á ef ég hefði fengið pensilínsprautu, eina pensilínsprautu þegar ég var við dauðansdyr á aðfangadagskvöld, þarna 59, þá hefði aldrei orðið neitt að mér. Þá hefði það unnið á heilaefnubólgunni, pensilín kom á þessum tíma. Þetta er á aðfangadag og pabbi var margbúinn að biðja lækninn að koma. Hann fór svo þegar var orðið heilagt eins og við kölluðu það klukkan 6. Þá fór hann og sótti lækninn bara hreinlega og þá var ég búin að vera rænlaus í sólarhring og hann sagði bara við móður mína sem var með mér í fanginu að þetta er búið, ég get ekki gert neitt fyrir þetta litla barn. Hún er að deyja en það er sekt í mér. Hér er ég nú ennþá og enginn sér hvað ég er sjónlaus sem er náttúrulega frábært. Það er bara þannig, það er erfitt að maður geti gleymt því sko, maður geti gleymt því. Já, það er bara frábært. En hérna á þessum tíma þegar þú ert hérna já, þú ert fötluð og sérð illa fannstu fyrir því, varstu afskipti í leik með hinu börnunum og þú nefndir hérna að krakkarna hefur út að leika og nefndir að vera í yfir og svona, þú nú ekki verið góð í því að grípa boltan. Nei, ég bara, það er samt gaman að fá að skottast með og vera með og þau voru líka oft í svona, hvað heitir þetta, hafnar að hérna, þá vorum við fórum í hópa skilur og vorum á einhverjum ákveðnum stöðum og svo var teiknað eitthvað svona kort og var svona leiðbeinandi kort hvar við myndum fel okkur, svona hálfgerðu felleikur, ég man ekki hvað var eitthvað hafnar hlaupi, ég man ekki, það var ekki hafnabolti náttúrulega, það var einhver hafnarleikur eitthvað og svo vorum við náttúrulega í landaparís niður í fjöru og ég gæti alveg gert árás á Ísland og allt það sko og hlaupi og skottast en auðvitað, þau vildu helst ekki hafa mig með vegna sem ég var vond í þessu og liðið sem ég var í var ekki að græða mikið á mér þannig. Þú hefur fundið fyrir því að vera svona höfnun? Já, ég var alltaf valin síðust í handbolta, þá átt að velja í lið. Ég var náttúrulega alltaf valin síðust og í alla leikja því ég greip ekkert boltan. Ég fekk skutum frekar í hausinn með honum og allt það en já, auðvitað var það ekki þannig að þau neitt nefndu að hafa mig með. Þannig að ég svona, hvað ég segja, ég hef þróað það með mér að vera sátt í eigin skinni og mér finnst ég vera bara skemmtilegu félagskapið með sjálfri mér. Ég er oft meira einmanna í 200 manna hópi heldur en ég er ein með sjálfri mér. Ég er grúskari, ég voru gaman að því
grúska. Hlusta á alls konar, ég með Storytel eða ég með blindrabókasafnið, ég fróðleiksfús og já, ég bara verð að segja það. Gaman að syngja. Ég set, ef ég að fara á Nornakústin íbúðina sem ég ger orðið allt og sjaldan því ég hef bara valla orðið tíma til að gera fínt í kringum mig, sveimi þá. Þá verð ég að viðkenna það að það vel stilt, hátt stilt í græjunum. Og það hvín í þessari konu heldur betur. En börn sem að verða svona afskipt eða ítt út úr hópnum, að þau finna sér ofta eitthvað skjól í einhverju, finna sér svona búað sér til sin eigin heim með einhverjum hætti. Já, sem fara inn í herbergi og æfa svo gítar. Já, ég gerði það og svo söng ég rosa mikið með útvarpinu og læriði alla texta. Pappi sagði við mig seinna meira, hann sagði, ég var svo gaman þegar ég kom heim á sjónum ég vissi aldrei hvort þetta var þú eða Erla Stefán sem var að syngja Lóan er komin eða eitthvað slíkt og ég var aldrei, mér fannst ég frekar öruggari ein með sjálfur mér heldur en að verða fyrir þessari höfnun að finna að þú varst í rauninni fyrir en svo eignaðist ég alveg dásamlega vinkonu sem að varð mér mikil stóð og stytta, Sólrún Pálsdóttir Solla vinkona sem að býr nú í Svíþjóð og gert það í allmörg ár hún bjó á Kleifunum og ég man að þær voru að kafa þvílkudugnaðir í þessum krökkum sko, það var alveg með ólíkindu, það var gjössalega ófært í bæinn það var allt og kaf í snjó en samt sem áður, móðir hennar var ein með 2 dætur og foreldra sína nema það að hún var á fristihúsinu mamma Sollu þær komu alltaf labbandi í bæinn þó að það legðu þó á stað 2-3 tímum fyrr bara til þess að ná því að koma í bæinn í ofsaveður og allt og kaf í snjó það var engin snjósleði það var engin hestakerra það bara örguðu þetta óðu snjóin það eru óðu snjóin og þetta dálítið mikill spölur það eru all nokkri kílómetrar fram úr bænum okkar og yfir að Kleifum eins og við kallum það og Solla var mér alveg óbóðslega góð og hún sýndi mér lit ef ég var í ruglinu hún sýndi mér, hún sagði mér hvað stæði á töflunni ég sá aldrei á töfluna og ég segi hvað kennar hann við sátum alltaf fremstar og hún satt alltaf við hliðina á mér þarna ef hún minni þá voru borðin sko fyrir 2 þá voru svona 1 borð, 2-falt borð 2 litlum stólum, þú veist, það var alveg og hún hjálpaði mér óbúslega mikið, sagði mér hún kom þér í gegnum skóla já, allavega alltaf þegar ég spurði hún var bara hálfgerður túlkur sko. það var, ég verð bara að segja sko, þegar maður er að rifja þetta upp, ég svo sem ekki verið að hugsa þetta lengi en svona þegar maður horfir öxl skólinn var ekkert sérlega undirbúin að taka við þér í nám það var ekki til neinn námsgögn eða neinn aðferð eða tækni við ekkert og það gerði sér heldur engin grein fyrir þar held ég hvað ég sá illa og ég sá það bara þegar ég var komin í gagnfræðaskólan Kristinn G. Jóhannsson listamaðurinn mikli og var skólastjórinn okkar þá hann tók mig einu sinni inn á kennarastofu þá ég nú já, ég var svolítið sæt þegar ég var og gerði mér ekki grein fyrir því sjálf ég var svolítið skvísa á þess að vita það með minn makka og ekki var ég nú búin að safna á mig einhverju velseldarspiki eins og ég komið á mig í dag þannig að strákarnir fóru að verða svolítið skotnir í mig þegar ég var komin fermingu ég áttaði mig ekki á því að ég var alveg viss það að ég myndi nú fyrsta lagi aldrei nokkuð tíma eignast mann því ég var náttúrulega bæði sko ég tengdi það alltaf við litblinduna af því að ég væri litblind og svona og svona þá myndi örugglega aldrei neitt vilja eiga mig fyrir konu af því að ég væri bara svo þú voru eitthvað miklað fyrir þér litblinduna ég gerði það alveg óbúslega mikið og sem að segja manni sko hvað hægt að gera litlu barni sem að lendir í því að láta stríða sér út af einhverju sem í rauninni skiptir engum máli hvað við tökum það inn í hjartarásin hjartastöðin, alveg beinustu leið sko þannig að en já, þetta var snúið, ég verð að segja það en samt gleðilegt og maður fann sér alltaf eitthvað og auðvitað átti ég líka mína vini en þarna fermingu þegar þessir strákar verða svona skotnir í manni og allt þetta var skemmtlegur og skrítin tími og svo náttúrulega kemur að því að hann Óli Már strákurinn hans Munda á önnunni hann fer að veita mér athygli af öllum strákum sem var nú algjör bósi eins og ég sagði hérna upp á og ég ætlaði sko ekki að eiga hann fyrir mann en ég var nú búin að giftast honum þegar ég var 18 ára þá giftum við okkur og eignust fyrsta barnið þegar ég er 19
og nú eigum við saman 4 börn og búin að gifta okkur 2 svar, þannig að þó ég reyndi nú að skilja við hann þannig að í kringum 2000 eitthvað var nú eitthvað það. Fyrir eins og Elizabeth Taylor og Richard Burton Já, en núna skilið og gifst aftur. Við erum náttúrulega bestu vinir í heimi og þetta var nú það var alveg gríðalegt áfall sem við gengum í gegnum líka sko, sem að kipti alveg gjössalega undan okkur fótónu. Við flytjum hérna í kringum 94 þá flytjum við hingað, þá er Óli Már að klára rafeindavirkja og átti bara eftir verklega þáttinn sem hann þurfti að taka í iðnskólanum. Var búin að taka þetta bóklega í Verkmenntaskólanum á Akureyri og ég fylgdi honum eftir og vildi gera allt til þess að hjálpa honum að ná sér í þessa gráðu af því að hann er bara svo mikill 1000 þjala smiður, við þurfum aldrei nokkuð tíman að fá fagmann til að gera eitt eða neitt. Óli sá allt og svo mikinn áhuga á hljómflutningstækjum og græjum og öllu þessu lóða, fína víra og allt þetta algjör meistari og ég að springa stolt af honum enn þann dag í dag hvað það varðar, hvað hann er óbóðslega flinkur í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur og hérna við flytjum hér suðu með alla krakkana því hann vildi ekki vera einn og leigjum hér íbúð af öryrkjabandalaginu. Þá er ég sem sagt orðin viðurkenndur öryrki. Ég vildi aldrei vera öryrki. Ég sagði að ég átti svo fatlaðan bróður, hann var fatlaður, ég var ekki fötluð. Og ég er á Reykjalundi þegar læknirinn, ég vildi fá bílpróf og vegna þess að það var hann strákur að vantaði hann annað auga frá Siglufirði sætu strákur og hann sagðist nú eiginlega ekki sjá neitt með hinu, þannig að mér þótti þetta frekar ósanngjarnt og hann var með bílpróf og ég áttaði mig ekki alveg á því sko hvernig stæði á því að hann var með bílpróf með auglaus öðrum megin og svo hitt verulega lélegt. Þannig að ég talaði við Magnús Ólafsson sem þá var hann yfir verkjarsviðin og því og sagði ég vildi fá aðstofi að fá bílpróf, ég held að félagslega og allavega þá myndi það hjálpa mig mjög mikið að fá bílpróf og hann spurði mig að hverju væri ekki með bílpróf. Ég sagði þeir telja mig trúum, ég sjá ekki neitt, ég með ekki fá bílpróf. Þannig að ég sendi hérna nýri í félagsvísindastofnun og þá verða innrétta það, þetta var alveg dimmur undir öllu, þetta var í kellara og þar tekur á móti mér hvít sloppa maður, elskulegur og setur mig inn í eitthvað lítið herbergi og stingur höfðun á mér í einhverja svona geimkúlu. Ég gleymi þess ekki. Setti eitthvað dropa í augun og álþinnur í augun mín og mér leist ekkert á þetta. Ég hef alltaf verið viðkvæm fyrir að láta fikt í augunum og ég alveg bara, þetta var hræðilegt. Og svo fer hann og segir mér að ég íta á einhverja takka þegar ég sjáu eitthvað þetta og hitt. Svo kem ég út úr þessari kúlu. Ég sagði að ég myndi aldrei vera eini í þessari kúlu nema hann talaði við mig á meðan. Ég var hálf smeyk þarna. Svo þegar ég kem úr kúlunni og þá segir hann mér það að veistu það vinnan að þú ert algjörlega litblind. Hann sem sagt sagði mér þarna ég 30 og eitthvað ára sagði hann mér þessa fréttir, hann átti ekki orð, hann var með einhvern stremil sem var bara alveg síðasta sort og hann sagði þetta er nú eitthvað furðulegt. Ég sagði já takk. Það er ekki hitt eitthvað sem að séð bara enga liti? Átta mig á, nei. Það eru sko margir sem er svona litviltir og rugla saman og eitthvað svona en ég fæ að vita það að ég slæði algjört heimsmet og gæti komist í heimsmetabókinni ef ég kerði mig það, ég gerði það bara alls ekki og hérna og hann, ég kem svo Reykjalund aftur og allan og aldeilis að skipti nú ekki máli hvort ég væri litblind vegna þess að ég veit alveg að grænaði neðst á þessum staur þarna. Var það eitthvað mál? Jú, hann sagði bara Magnús að það kem ekki til greina, það kom ekki til álita einu sinna að ég fengi bílpróf, þannig að maður hefur svo sem reynt að bjarga sér og þar á þessum tíma sem hann segir Inga, ert þú ekki með örorku? Ég segi hvað menn nei, akkurri þú ert fötluð þetta er fötlun að vera svona óbúslega sjónskeitt, þú ert lögblind. Ég segi nei, ég er ekki fötluð, ég sé bara illa, ég er ekki fötluð. Jú, þú ert það. Einhvern veginn sko þá var það svo neikvætt, hugtæki var neikvætt eins og hugtæki fátækt. Hugtæki fötlun á þessum tíma er líka. Þú ert 10. flokks þjóðfélagsþegn, jaðarsettur og enn það dag í dag þá er litið niður á fatlað fólk eins og þú veist. Þannig að mér þótti þetta ekkert nein upphefð og hann sendi mig þá til hvað heitir hann, Einar Stefánsson prófessor sem var alveg dásanlegur og snillingur í augnlæknafræðum og þeir báðir sendu allt í einu, ég kom inn með bréf frá Tryggingastofnun að ég sé orðin öryrki. Þeir sendu báðir bréf, sitt ykkur á lagi án samtals
og sagði bara þú ert náttúrulega fötluðinga. Það náttúrulega liggur alveg á borðinu og þú átt rétt á því og átt að vera á örorku. Ég var náttúrulega takmörku líka í öllu sem lauta því að alltaf geta unnið. Mér langaði að verða læknir til dæmis þegar ég var lítil, ég vildi verða læknir og það náttúrulega kom ekki til greina, ég sé enga mun á blóðu og bara óhreinindum. Brúnt, rautt, svart, ég sé enga mun á þessu. Þannig að það var ekki fyndið fyrir utan það hefði engi vilja láta mig sauma sig. Ég hefði nú sennilega stungið eitthvað skringilega í liðið sko. Þannig að en þá kemur þetta bara syngja, leika, gaman að vera til. Hvenær þetta sem að þú ert send á örorku? Hvað sagðist þú að það verið 38 ára gömul. 38 ára? Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekki eins og maður hafi verið eins og að verða að tala okkur sem að erum öryrkjar eða fatla fólk afætur á samfélaginu, gerum ekkert gagn og allt þetta. Svo er ég að heyra það núna með við það að ég get talað og höfuð á mér í lagi, svona að flestra mati, minnsta kosti. Að já, þið sjáu það nú að öryrkjar þurfi ekki að vera öryrkjabótum. Það er eins og bara hún og Guðmundur Ingi Kristinsson ég minna komin á þessi laun og í þetta starf. Geta þó ekki bara allir öryrkjar farið í vinnu, þú veist, þetta er svo dapur málflutningur, þetta er svo sorglegt og það er svo sorglegt að lesa samfélagsmiðla kommentakerfi sem eru í rauninni að segja ósatt þig, bara til þess að rakka þig og ræja þig á þess að þekka þig. Mér finnst það andstyggilegt í orðsins vilstu merkingu. En ef við fyrir aftur á Ólafsfjörð þá eru heimili þar sem að bróðin eldri Númi, hann er mikið fallaður. Já. Og þú ert svo til blind. Já. Og hvernig var litið á þetta svona Mamma baði einu sinni bæjarstjóran og aðstoð því þetta var efnalítið fólk. Já. Svona bara, ég myndi segja það, við vorum bara það bil myndi maður bara segja fátæk. Bara vorum fátæk. Af veraldlegum gæðum og auð. En hún baði styrk til þess að fara með bróði minn hingað suður því hann hefði þurft að fá meiri endurhæfingu, þjálfun og því var hafnað. Þau fengu aldrei neitt stuðning þó þau hefði ekki ráð á því að fara með okkur og svona til þess að leita hjálpar. Fengu aldrei hjálp nema þá bara innan fjölskyldunar. Þá bara reyndi þú veist að nurtla saman til þess að koma okkur til hjálpar. Engan stuðning svona frá hinu formlega samfélagi? Nei. Aldrei nokkuð til hann. En þú sagðir í upp að þið bygguðu í verkamannabústöðum? Já. Þannig að þar hefur verið, það er svona nokkur skonar stuðningur. Það er þau sem að sluppu inn í það kerfi, gátu verið þau keyptu þetta ekki, þau voru bara þarna, það var sko, ég hugsa að hafi Gunni frændi minn, sko, bróði pappa, heitinn, blessaður, hann bjóð þarna uppi á efri hæðinni með ömmu Júlu og Afa Steina sem ég mani ekkert eftir Afa Steina sem ég sagði. Þau keyptu þetta hús. Þau keyptu báðar hæðirnar. Þannig að pappi fekk síðan að vera niðri með sína fjölskyldu. Þó að það væri nú ekki sérstaklega burðugt. Og ég sagði til dæmis bara sem dæmi, það var alveg hræðileg útidyrahurðin. Við ætlum aldrei að það var eiginlega ryðga fast þessi lykil þegar átt að læsa, var alltaf læst á kvöldin þegar maður fór að sofa. Og Nú, í svona litlum bæ, læst á kvöldin. Já, það var alltaf vani sig á það vegna þess að það var ofta voru fulli kallar þarna og voru koma sjónum og þeir væfluðu bara inn og vöktu allt og alla, ekki fyrir þeir að vera krimmar, heldur voru þeir bara að hitta mann og annan og voru í einhverju glasi og stuði og þá bara var alveg nei þarna búaðu nú Ási og Sigga, hann var alltaf svo rest og koma í heimsókn til þeirra og þá bara var lappað inn á og sest bara inn á hjónarúmskap sko. Hvað vera sofandi hér núna maður kom í heimsókn, maður ekki oft sem að kemur í heimsókn hérna og koma fram og þú veist þetta var og allir vaktir og svona þannig að það var ekki verið að læsa til þess að forðast það að lenda í einhverjum svona neikvæðum uppákomum. Það var bara fullikallinn. Nei, já, bara fullikallinn og þarna í forstofunni þar var engin einangrun ekki neitt. Þannig á veturna þá frausiðu þessu öllu saman hreint. Það var bara klakinn á veggjunum. Við þurftum að taka skón okkar inn fyrir inn á langa ganginn til þess að þeir var ekki bara grjótharðir og jökulkaldir og rakir á mótnana og svo náttúrulega þegar þiðnaði og voraði þá bara fór þetta allt á flot
og sko ég er að hugsa með mér, þetta var í rauninni stórfurðulegt. Pabbi var ekkit framtakssamur. Það var ekki verið að einangra og mamma var búin að fá vilirði fyrir nokkrum lóðum þarna heima og ætlaði alltaf að byggja fallegt heimili og bróðirina eitt var smiður, eitt var múrari, Simmi besti vinur var málari og sko það voru allir skíði sem að byggði skíðiheitin, þú veist, átti trefer, þeir voru allir þarna saman, vildu byggja með henni fyrir hana Siggu fallegt heimili og fjölskylduna og hjálpa alveg hreint eins og hægt væri og hún þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að þó hún hefði ekki akkurat pening þann daginn að það myndi verða til vandræða. En pabbi var alltaf voða kvíðinn fyrir öllu svona. Hann algjörlega stóð á bremsunni hvað það var það og vildi aldrei fara í neina svona og til dæmis þegar fyrst í bíllinn var keyptur þegar ég 15-16 ára þá var hann borgaður á borðið. Þá var búið að safna fyrir honum. Það var ekki verið að aldrei nein lán, aldrei alltaf að eiga fyrir því sem þú ætlaðir að eyða í. Alltaf að afla fyrst. Það var kannski möguleiki þarna en síðan náttúrulega stuttur síðan þá verður svo mikil verðbólga hérna, það var ekki hægt fyrir fólk að safna. Já, ég lendi í því sko. Ég lendi í því þegar við erum að kaupa fyrstu íbúðina. Ég lendi mitt í því brjálaði. Og það var erfitt fyrir fullorðið fólk að skilja það með að við vorum alltaf að borga, hvernig stæði á því að við skulduðum alltaf meira. Þú veist, þau áttu voða erfitt með að skilja það. Eru því alvörun að borga af þessu láni? Hvernig getur það hækka? Þetta var erfitt að skilja. Þannig að það var í rauninni hræðilegt. Þetta brýtur fólk niður náttúrulega. Vinnur og djöflaðir út og það er bara jæst upp það sem þú ert að afla. Herðina því að þú endar í pólitík. Hvernig var pólitíkin á Ólafsfirði þegar þú varst alveg? Ég hef aldrei verið nefnilega pólitísk. Það er bara engan áhuga á henni? Nei, í rauninni þá var það bara þannig að Sjálfstæðisflokkurinn átti bara pólitíkina. Kallarnir sem að voru að reka útgerðina og þeir sóttu kallana borð þegar var að kjósa. Þeir gafu þeim í glas og alls konar svona og svo var bara XVD og málið dautt og þeir áttu bæinn og það var eins gott að vera ekkit að abbast upp á þá að þú vildi halda þínum dampi. Bara halda þenni vinnu. Já, annarkvæmt varstu bara að vera með þína eigin útgerð sjálfur og sjálfstæður eða þú gast bara gleymt í. Það var meiri pólitík á Siglufirði. Þar voru kratarnir það var svona meiri pólitík og meiri verkalýðsbarátta. Já, var ekki meiri kommarnir þar? Já, kommarnir, já. Ólafsfjörður, það var eins og svona company town. Þetta var svolítið sérstætt, þetta var alveg skipt. Það voru fjölskyldu sem voru bara alþýðubandalag. Svo vorum við kratafjölskyldunar. Afi með alþýðumannin og pabbi og allt þetta voru allt saman kratar. Síðan framsóknarflokkurinn, það var svolítið fyndið að sá sem var kaupfélagsstjóri alltaf hreinn, hann var einmitt framsóknarmaður og þetta var en þeir sem voru stæðstir og sterkastir og það voru sjallarnir og eins og við sjáum þeir eru nú svolítið bátt í dag. Er það ekki? Sjálfstæðismenn? Já. Ég ekkert meira en þeir eru að skilja held ég. Nei, það er önnur saga en ég meina að það hlýtur nú að vera að fara að hrikta í stóða. En maður rætt pólitík? Á mínu heimili. Já. Þú lærðir að lesa á alþýðumannin? Já, ég vissi ekkert hvað var verið að tala þarna sko, ekki neitt. Og var ekkert að spá í það. Ég lærði að lesa Moggan og öfugan. Hvernig var öfugan? Því ég var yngstur sko, ég fekk hann Mogga síðast. Já, þú sást þetta þannig ertu þá öfugur í lestrinum. Ég get lesið öfugt sko, stundum gagnast mér sem blaðamaður og þegar ég get lesið sem fólk með á borðunum. Já. En það fór ekkert inn í hausinn á mér kannski það sem stóð í Mogganum sko, en það kannski skiptir ekki máli. Nei. Hvort þú hafi lesið á alþýðumannin. Nei, en það var ekki, pólitík var ekki stórt atriði. Nei, hún var það ekki miskost í minni fjölskyldu. Þegar þú 12 ára, svo til blind, að því að svona 12 ára er svona það sem að sko heimurinn er orðin svona stór og maður veit alveg að maður verður fullorðið. Þú veist að segja, var ekki pappiðinn komin á sjó 13 ára? Jú. Þannig að fullorðisárin eru svona byrjuð að nálgast.
Hvað sástu fyrir þeirra yrði úr Ingu? Sko, ég get alveg sagt að þegar við vorum 11 ára, 5 stelpur þarna heima, árið sem við urðum 12 ára, en við erum sérst ennþá 11 ára þarna flestar okkar. Solla var honum 12 ára, hún átti afmæli í janúar, hún var ein af þeim, Solla vinkona mín, og Magga, dóttir hans Bjarna heitins, sem var alltaf verkstjóri á Syðra frystihúsinu, og Gulla, þetta voru Magga og Gulla og ég og Solla og Helga Bökku, eins og við kallum þessar 5 stelpur, við fengum að vinna á frystihúsinu. Ég gat ekki verið með stelpunum inni í sal að skera úr og plokka orma því ég sá það ekki neitt. Þannig að ég fekk það verkefni að vera á rótdrögunarvélinni og að taka undan bakkana. Taka bakkana undan og setja þá í grindina fyrir að Jóa heitin sem var bara á borð fyrir konurnar. Ég var þarna 32-3 kíló og bakkarnir voru svona meðaltali 30 kíló. Og þú veist ekkert skrítið að maður skildi nú þurfa að fara á Reykjalund með ónýtt bak einhvern tíma seinna á ævinni því að ég vann erfiðisvinnu og við fengum að vinna eins og við vildum. Við fengum að koma á morgnana og það var unnið til 11 á kvöldin, það var unnið á laugardögum og sunnudögum, það var unnið alla daga, það var gríðarlega mikil fiskgæft bara í fjörðin. Þarna voru nokkuð margir ísfisktogarar náttúrulega og því líkar gæftir, það var bara allt vaðandi í fiski. Nú ég og Helga, við vorum búin að ákveða það að við fyrstu útborgun, við vissum náttúrulega ekki hvað hún yrði há. Þá við höfum aldrei átt pening til að kaupa nammi og svona, við vorum ekkert sérstaklega nammi sjúkar en alltaf gaman að fá nammi. Við ætluðum að kaupa krembrauð, sýriuslengjur og lakrís fyrir alla útborgunina, eins og hún lagði sig. Það var bara ákveðið mál. Svona fengum við útborga alveg hrikalega mikla peninga. Þó við værum að fá sko mun lægra tímakaup heldur en allir aðrir. Minn en hálfdrætti líklega. Og þarna byrjaði ég aftur á móti. Þarna verður hugafarsbreyting í þá átt að ég vil spara peningana mína. Ég ætla að safna. Ég ætla að safna mig fyrir hjóli. Ég ætla að safna mig fyrir einhverju. Þú veist, hjól var eitthvað draumur, algjör draumur. Enginn vildi mæta mér að vísu á hjóli en lögreglan gaf mér sérstaka viðurkenningu því að ég var svo sem hjólaði alltaf hægra megin á götunni og ég gaf alltaf merki þegar ég átti að beygja og svona til þess að vera viss og svo náttúrulega heyrnin mín er mjög góð ég heyri mjög vel ennþá þannig að þeir sem eru að pískra í næsta herbyggi og sérstaklega vera pískur í mig þá mega að vita það hér og nú að ég er eins og þú að lesa á hvolfi sko. Ég heyri fyrir ofn það getur sagt Þú vilt læsa það sem þú heyrir það sem er kannski bara einhver ómur hjá okkur hinnum að þú lest í það Já, það má segja það þannig að þarna og á þessum tíma ætlaði ég náttúrulega að verða læknir sem ég sá og ég gat ekki og 12 ára aldurinn þá fekk ég að læra á píanó sem ég gæti gert nefnir í hálfan vetur það var reynt að setja einhvern skerm fyrir framann en það var ekkert stækkað og ekkert sérprentað út fyrir mig nótur eða neitt þannig að leið og ég var komin í einhverjar minni nótur, þetta voru ekki lengur heilnótur að stærðar en bara nokkra nótur á blaði þá sá ég ekki lengur neitt og það var sorglegt það var lítil ráð til að greiða fyrir mig tónlistanám eða ég fekk ekki að fara í Reykjaskóla með Helga bróðir í eins og mér langaði til þess að gera í framhaldsskóla þannig að það lá á borðinu að það var ekkert peninga til fyrir mig til þess að fara í framhaldsskóla þannig að ég var í rauninni bara á þessum stað ég fór á hverjum einasta degi eftir skóla til dæmis 13 ára gömul ég fekk lyklavöld að gagnfræða skólanu sem var nú bara nýlega byggður og það var nú fyrir eitthvað draugalegt á veturna, alveg svarta myrkur og draugalegt að fara þangað sko og fekk að fara í píanó sem var það til að æfa mig og þannig að það var voðað miðað við hvað ég var óbúslega, þetta var bara miklu meiri metnaður í mér heldur en nokkuð annað að fá að spila á píanó og ég elskaði það alveg þannig að það er í rauninni ákveðin brotlending, þú veist strax jól, þá ertu búin að taka allan veturinn á hálfum vetri og þú kemst ekki lengra, það er bara búið og það er ævintýri þannig að maður svona, já, gítarinn fer þá að verða meira inn og allt í einu er ég orðin aðal partígellan og fermingabarnamótum og svona, þar er ég
gaula og gítar en difa brennivín í flaskinu og svona og syngja og slá á kassan. Þannig að ég var hvað ég að segja líka þarna, ég var ofta að hugsa, þú veist, þegar út í skólanum, þú situr við borðið þitt inn í skólastofunni, ég 12 ára, þarna á að fara að setja upp eitthvað skólaleikrit, þarna yndisleg kona sem var aðkomu kona sem var að kenna tíma í grunnskólanum, Ágústa hét hún, óbóðslega góð við okkur krakkana og hún að setja upp leikrit sem ég man nú ekki hvað heitir í dag, en það var í einhverju af þessum lestarabókum sem við vorum með. Þetta var lítill leikþáttur og það þurfti að fá alls konar hlutverk, náttúrulega alls konar hlutverk og hún að láta okkur lesa upp þessi hlutverk hvert fyrir sig. Og ég náttúrulega aldrei búist við að fá að taka þátt í einu en einu. Ég hef alltaf verið svona ekki inn í íþróttunum eða einu engi vildi mig í liðið. En ég að hugsa svona inn í höfðinu hvernig myndur þú vera þegar hún að láta að lesa fyrir Finnu gömlu og ég man alltaf að það kom seg, var fyrsta sem að Finna gamla sagði eitthvað, seg og ég var að hugsa, ég myndi vera gömul svona, og þannig að allt í hennu segir hún Inga og ég var alveg óundibúin þannig að það var engin feimni og það var ekki neitt og ég segi, seg, sagði ég eitthvað svona og hrökk sjálfið sko, bara hljómaði eins og eldgömul kettling þarna allt í einu og þau fóru allir að hlæja og Ágústa fyrir að klappa og segir, þarna erum við búin að finna hana Finnu, það eru hreina línur, þannig að þarna reyndi ég fyrsta skipti fyrir mér á fjölunum og ég klætt upp eins og gömul kona í svörtu síðu pilsi og svona og með alveg svoleiðis einhverja litla húu með dusk og pappa og mamma eru þarna á þessari skólaskemmtun, þar sem að þessi litli leikþáttur fluttur og pappi að segja, mikið hún sniðug þessi litla, hver ætli þetta sé nú, hvað hún sniðug og þá, mamma vissi að ég var að gera þetta, en ekki pappi og Ási, hvað að þér, þetta hún Inga dóttir okkar þannig að þú veist, ég gætt sett mig í gerfi ef ég glemdi mér og ég á gott með að gera það í dag, ennþá, ég gaman af að Þú ert náttúrulega það sem kallað að vera performer koma fram Þú getur talað og haldið ræður og þú getur sungið og leikið Ég hef óbúslega gaman að því sko. Alveg óbúslega, ég man eftir núna eins og til dæmis þegar ég var að syngja í sumar á Fiskideginu það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt ævintýri, ég bara á ekki þetta einasta orð það eina sem ég hugsa með mér, ég vildi hefði verið aðeins grenri bara alveg en að öðru leyti þarna var yfir 30.000 manns með kveikjana sinna og ljósa og þú veist, það sem hefur bjargað mér kannski þegar ég að koma svona fram fyrir fram að fullta fólki að ég sé aldrei neitt horfa á mig ég er svona eins og manstu hann í Truman Show hann hvað heitir hann aftur sem Jimmy Carrey leik þegar hann var fyrir fram að speilin bjóð til hana geimkúluna og fyrir fram að sjálfa svo og kallarnir voru hinum við speil og furðaði sig á þessu furðuverki allt hann njósnum hann en ég er svona ég er ekkert að spá í það. Það samt eitthvað við að stelpa sem ekki fekk að vera með að hún er upp á sviði og hefur gaman að því. Já, elskar það, já. Að sjást. Þótt að þú sjáir ekki fólkið að þá hlýtur að vera þannig að þú veist að fólk er að sjá þig. Já, ég hugsaði það samt aldrei þannig. Aldrei nokkuð tíma. Ég hugsaði aldrei þannig að ég hefði eins og svo óbúslega gaman að geta þetta. Ég er svo gaman að ég að geta sungið Tínu. Ég hafði svo gaman að því allt í einu að hvað allir voru hissa á því að ég gæti sungið Tínu. Það var gaman. Mér finnst gaman að koma óvart og sína í rauninni á mér aðra hlið og til dæmis eins og þetta Sofía frænka í þinginu alltaf nú svo reið. Ég er ekki reið, ég er alltaf glöð. Ég er venjulega ég er hversmanns hugljúi og ég er hrekkjalómur og alltaf. Það er bara ósýður í íslensku samfélagi að vera ætlað öllum sem ætla að vera gagnrýn eitthvað að þau séu bara reið og þetta sé eitthvað sprottið af einhverju innri vanlíðan. Þetta er bara mitt hjartans mál, þetta er mín hugsjón. Ef ég er með blaðið sem að kemur mjög sjaldan fyrir, það er 48 púnta dám og svoleiðis að pínulítið frumvarp, það er orðið bara 40 blaðsjur hjá mér, ég gæst aldrei að gegnum að lesa allt á tímanum þannig að þess vegna er ég svona svolítið frjáls í fasi hvað það varðar en
þá nægi ég mér aldrei á þetta flug sem að fólk segir sumir hverjar að sé eitthvað reiðiflug. Það það ekki neitt, það bara ástríða mín því sem ég að gera og mér finnst ég aldrei geta lesið nógu mikið pistilin fyrir hvað mér finnst þau ósangjörn við heildina og skilur hvað ég á því. Þannig þú ert að fjalla ósangjörni og vilt hafa réttlæti. Hvað, ef ég fyrir með enninu sinni aftur á Ólafsfjörð, hvað upplifður það í uppvextunum? Óréttlæti? Þess þeir vera óréttlæti að sko að númi bróðin hefði ekki sömu tækifæri nei, ekki það mér fannst það óréttlæti mér fannst óréttlæti að þarna voru skólasystur mína sem kom með appelsínu í skólan og svo voru þar að opna þetta í frímínútum og maður fann appelsínulyktina og gauluði með gatnirna mér langaði svo í appelsínu þó svo ég væri búin að borða örugglega eitt staðbesta morgumatinn að þeim öllum en þess vegna sko það gæti ekki borðað meiri nema þá bara eins vegna þess að mamma var alltaf með óbúslega góða morgumat en á þessum tíma ekkert algilt að þú getur fengið epli og appelsínur það var nú bara meira jóla þannig að ég fann fyrir öfund ég öfundaði þær að eiga appelsínu og þessi lykt var alveg að gera út af mig ég hugsaði aldrei tekið eftir ef þetta hefði bara verið banani það ekki svona mikið lykt á honum Ég heldur endur að sko appelsína hafi lyktað meira í gamla daga. Það getur verið, það var alveg bara fylltist alveg að þessum ilmi og öll mín meldingarkerfi hrópu á appelsínu, gaulaðu í mér gatnirnar og ég var bara þyrmdi yfir með að löngun í appelsínu og ég bara, svo líka voru þær sko í nýjustu fötunum og fínustu og þær voru líka sko, þessar stelpur áttu svo flotta íþróttaföt, íþróttabóli og þær áttu flottasta hjól og skauta og sko æðislegar barbidúkkur mínar, ég fekk einhverja gamlar sem voru búin að hálsbrotna og ég reyna að þrykkja hausnum svona ofan á, þannig að þær voru hálslausar og eitthvað skringilegar og barbihúsið mitt var gamalt svona kassi undan nóa brjóssikri og svona stórir kassa svolítið og stakk ég minni hver aðra og gætt búið til svona vinkilhotn og þar gætt ég látið hann að þykjast eiga heima ég man maður gerði þess ég bjó til minn heim algjörlega og var glöð í honum fattist en auðvitað og ég man eftir því að stál einu sinni frá skólasysteminni og það var ég gleymi því bara aldrei með í lifi sko það var hræðilegt ég bjó þá sko ekki ég var í pössun hjá bróður hennar mömmu og konuna hans upp á Brekku við hliðin á Emmitt Möggu skólasystir sem ég nefndi að pappi hennar hafi verið verstjóri á frystihúsinu. Þau bjuggu í stóru fínu einbýlishúsi og áttu alveg ágætlega nóg fyrir sig og ég fekk að fara yfir í heimsókn til Möggu og við vorum bara fína sko. Nema það að þannig ég sennilega 12 ára aldurinn Emmitt. Og hún átti einhverja tösku, svona litla harð úr leðri eða eitthvað sem var svona grjóthörð, svona lítil einhver kúla og það ekkert þú veist, ég minna halló, þetta var ekkert sérstakt en einhvern veginn þá tókst henni að sína mér hana þannig að mér þótt hún alveg gjössanlega bara priceless hún var bara algjörlega eitthvað það rosalegasta sem ég nokt síðan síðan það sem að því helst vantaði í lífinu bara algjörlega, það bara hlaut að breytast allt mitt líf ef ég fengi þess að tösku þannig ég stali nú fór með hana yfir til Þóru og Guðbjörns sem voru að passa mig nema það að ég svaf ekki þessa nótt og var óbúslega óróleg og leið óbúslega illa og bara horfði á þessa tösku og fannst hún ljókka með hverju augnatillitinu og svo bara fór ég að grenja morgun eftir og kom með þetta til einmitt Þóru og ég var að segja ég hefði ég ætti ekki þessa tösku ég hefði tekið hana frá Möggu og nú var hún örugglega sorgmætta því að það væri svo mjög merkileg taska og mér þætti hún ekkert falleg lengur og þá þurfti ég nefnilega að gera það sem að var ansi snúið það ansi snúið fyrir 12 ára að fara yfir og skila og segja fyrirgefðu mér þótti það alveg þetta var eitthvað bara erfist sem ég hefði gert fram að þeim tíma sko og ég fór náttúrulega yfir og örugglega ekkert verið neitt sérstaklega upplitsdjörf þegar ég rétti henni í töskuna og sagði hún hafði ekki einu sinni tekið eftir því taskan var orfin hún hafði ekki tekið eftir því einu sinni en það var mikill léttir, ég verði að veikina það og ég hef bara aldrei stólið síðan það er bara þannig Það er hellingur af börnum sem að alast upp við þær aðstæður að hinni krakkarnir í skólanum
eiga alls konar hluti sem að þau verða að neita sér og alls konar, það get ekki stundað sömu tómstundir og aðrir og þetta ennþá. Ég var skömmu fyrir það hérna daginn að ég las upp daginn upp úr texta sem að Styrmir heiti Gunnarsson hafi ritað í sambandi við, þú veist, þegar rannsóknarnefndin kom í sambandi við eftir hrunið, skýrsla kom frá rannsóknarnefnd Alþingis það. Og þá hafði hann nefnitt sagt þetta ógeðslegt samfélag og ég var svona eiginlega skömmu fyrir það að segja að þetta væri ógeðslegt samfélag. Bara hagsmunir, engar hugsjónir, sagðan. Þannig nákvæmlega, ég las þetta upp algjörlega orðrétt í ræðustóli Alþingis og fer svo í hlaðvarpsþátt sem að ungu maður segir þú veist, þetta síðasta sort að segja þetta okkar samfélag sem ríkt samfélag og eða ekki ríkt sem að bara, þú veist, allir hér heppnir og allir hitt og þetta og ég sagði það nefnilega það sem að greinir á Við erum að státa því hér sé 7. ríkasta samfélagi heimi. Hverjir fá að sjá það? Hverjir fá að njóta þess? Eru það allir? Nei. Það eru þúsundir sem alltaf jaðarsettir. Það eru þúsundir og aftur þúsundir sem aldrei fá að njóta þess að þetta sé 1. ríkasta samfélagi heimi. Aldrei. Vegna þess að hér aldrei forgangsraðað fyrir fólki sem hér býr. Aldrei nokkuð tíman. Þeir ekki fólki fyrst, eins og ég valdi að hafa kjörur okkar. Það ekki fólki fyrst og svo allt hitt. Það allt hitt fyrst og svo kemur fólkið. Það fjármálaelitana og það eru kvótakongarnir og það eru ríkisbubbarnir og það allt annað fyrst. Svo getur hitt komið seinna. Og þeir sem að eiga bát og þeir sem að eru fórnarlömbin, það eru börnin. Það eru blessu elsku börnin. Og þau eru svo að jaðarsett mörg, núna fátækt að komin, mismikil fátækt komin í yfir 15% barnan okkar. 9.000 íslensk börn búa í sárri fátækt. Hugsaður, þetta Ísland í dag. Eitthvað skrít þegar maður segi, minnstakosti má segja með sanni að þessi hluti af samfélaginu ógeðslegur. Í orðsins fyrstu merkingu. En þegar þú horfir á þína æsku, að ef að fjölskylda þín hefði fengið meiri stuðning, ef þú fengið meiri stuðning út af blindunni, ef að þú hefði verið eitthvað ráð að þú getur haldið áfram í píanónáminu og þá hefðu kannski orðið bara eitthvað allt annað úr þér. að suminleitt eru svona tekið frá þér tækifæri sem að þú þráðir. Strax hefði allt orðið annað úr mér ef ég hefði fengið að fara í framhaldsskóla. Ef ég hefði fengið að fara í framhaldsnám þegar ég vildi að 15 ára gömul að fara á Reykjaskóla. Ég tók svo kallað landspróf 3. og 4. bekk í gagnfræðaskólanum saman. En einhvern veginn þá datti úr mér botnin. Ég í rauninni var mjög góðu nemandi. Ég fekk alltaf 10 hegðun og stundvísi. Ég var aldrei að trufla, ég var alveg ein eyru allan tíman í náminu vegna þess að ég gat ekki verið ein augu, ég sá aldrei á töfluna. Ég þurfti að fylgjast með og ég þurfti að tilenka mér í rauninni það sem var rætt og ég byrjaði snemma að punta hjá mér sjálf það sem var rætt, þannig að mér gekk vel að læra og var alltaf 1 af 3 efstu í okkar 26 manna bekk. Þannig að svo eiginlega bara missi maður dampinn. Þegar þú finnur það og færð að vita það að þetta skiptir hvað sem engu máli fyrir þig, þú átt enga möguleika. Þú verður bara að finna þér eitthvað annað, eitthvað sem hæfi þér og þinni fátækt og þínu sjónleysi. Þannig að ég myndi segja að mín létta og glaða lund, tónlistin og Bjartsýn og Brósberg að deginum, ég segja að það sé í rauninni það besta sem hefur komið fyrir mig. Miðað við það að hafa ekki getað í rauninni ráði við aðstæður eða breytt neinu það hvað úr mér yrði, þannig að séð. En alþingismaður ætlaði aldrei að verða að vísu. En þegar þú ert, segjum bara þarna í landsprófi, að þá eru svona valmöguleika þínir á því að stíga inn í þetta samfélag, miklu takmarkari heldur en þeir sem byggu við betri efni eða betri heilsu eða annars líkt. Þannig var það bara. Já, ég hefði til dæmis, ef ég hefði útskrifast þarna og fengið að fara í framhaldsnám og ég hefði útskrifast sem stúdent,
ég veit ekki eiginlega, sko, ég rakst strax á vegg þegar ég fór í menntaskólan við Hamralíð þegar ég kem hinga, fullorðin kona, maðurinn minn handleggsbrottar þegar við komum hérna, 94, hann handleggsbrotinn í 6 ár, vegna ítrekkara læknamistaka og þetta var algjörlega hræðilegt. Það var áfallið sem að þú ætlar að fara að segja okkur frá. Já, það datt úr sambandi, einhverja hluta vegna. Við röddum aftur tilbaka. Það pompum í það. Hann sem sagt, þannig hann, þetta 94, hann fæddur 53. Þannig að þú sér það, hann rétt færtur þegar hann lendir í þessu áfalli. Í stað þess að útskrifa sem rafeindavirki, þá var hann gifsaði bara frá fingurgómum og upp á öxl og ítrekkuðum aðgerðum, út af ítrekkuðum læknamistökum. Það var byrjað nú bara heima. Það sem að hafi bara búið hann með einhverju spelku, brotin úlna, vinstri úlna eða hvað sem þið kallaði þetta, og þetta var í rauninni algjörlega sundur og það er bara spelkaður og allir puttarornir svo bjúið. Þegar við komum til Reykjavík og þá bara hann spurður að því, var það dýralæknir sem gerði þér vinnur? Og hann settur í fyrstu aðgerðina og þetta bara algjörlega hjó neðan okkur öllu saman, við höfum enga innkomu og áttum alveg óbúslega erfitt með 4 börn og ég ákveð að reyna að fara í kvöldskólan í Hamralíð. Þar var komin svona ráðgjafi fyrir fatlað fólk en auðvitað ekki neitt námsefni fyrir mig, sérstaklega hannað að mér svona sjónlausi sem ég en ég var með einhverja svona hljóðsnældur, það var ein og ein bók sem að var búið að lesa inn á svona kassetu bara og sem að ég fekk hjá blindra bókasafninu. Þannig að ég gat svona þræla mér í gegnum það þannig og rétt áður ég orðin stúdent og þá sótti ég inn í háskóla, þá ég orðin þetta fullorðin. Ég man ekki hvað ég var gömlaðna 40, rúmlega það. Að þá ætla ég að reyna fyrir mér 45 ára, örugglega þarna þegar ég ætla að fara í háskólan. Sækjum í stjórnmálafræðinni og ég kemst þar inn, þau taka við mér en það náttúrulega þýtti ekki neitt, það var alla bækur þvílíkt smátt skrifaðar og ég sá ekki einn einasta staf og þetta er orðið það þungt nám, þú getur illilega tekið það bara á eyrunum, maður verður eiginlega að geta tileinka sér eitthvað af því sem stendur í skræðunum sem maður með. Þannig að ég í rauninni þurfti frá að hverfa, ég reyndi fyrir mér aftur og ég fekk ekki betra, það var ekkert komið nógu mikill stuðningu fyrir mig fyrr en ég kemst í lagadeildina í síðara skipti sem ég reyni fyrir mér þar. Má ég spyrja að hverju stjórnmálafræði? Ég veit það ekki það var einhvern veginn talað það var svona hagnýtt til dæmis ef ég hefði viljað fara í blaðamennsku, ég á að skrifa, ég er pennafær og ég sem með mér, ég geti alltaf, ég var honum góð á pikkið og ég held ég myndi aldrei nokkuð tíma að geta það því að ég sé ekkert á lyklaborði náttúrulega. Og ekki skjáin heldur? Nei, en nú getur stækkað rosa mikið. Þú getur stækkað rosa mikið. En skjáin í þér að stafinir eru svona stórir? Já, ekki alveg kannski, en þeir eru vel stórir. Og svo dreigir skjáin alveg að mér, þannig að ég er alltaf með vöðabólgu auðvitað. En þarna þá í seinustu atrennunni þá gerist ekkit annað en það að þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir sjónskert og blinda er komið til kastana og þau bara tóku mér hreinlega að sér. Þau bara prentuðu allar bækur. Bara ég átti kannski að lesa 3 kafla heima og ég átti bara að láta vita hvað það var og bókin var bara tekin og ég þurfti að kaupa bara bækunar, svo var það teknar í sundur, skannaðar upp og gormað inn í þessi 3 kaflar og svo fekk ég bara brefalúna. Og hugsaðir, ég eignaðist algjörlega nýtt líf, algjörlega og svo kom ferðaþjónusta blindra sem var þess valdandi að skipti þá ekki máli hvað það var það að ég hefði ekki bílpróf, ég hringi ferðaþjónustu blindra og þeir koma og aka mér, ég borga fyrir það, ég hef ákveðna marga ferðir á mánuði, 30 ferðir held ég, 15 fram og tilbaka eða eitthvað slíkt og maður reyna að fara sparlega með það en þetta var fyrir mig nýtt líf og nýtt frelsi í Reykjavík vegna þess að Reykjavík er allt annað en Ólafsfjörður. Ég þurfti aldrei að velta því upp sérstaklega hvort ég væri með bílpróf. Ég notaði bara 2 jafn fljóta. Þess vegna hefur maður náttúrulega alltaf verið í fantaformi og slikk og slang en ekki fara það. Nákvæm til að ferðaþjónustu blindra kom. Já, og það er nákvæmlega þannig þegar maður ferði þessa ferðaþjónustu og sest á skólabekkin. En á hverju lögfræði? Já, ég sagði það við mannin minn þegar hann náttúrulega gengur í gegnum þetta og við töluðum við Jón Steinar Gunnlaugsson á þeim tíma og hann lét einhvern annan mann fá málið hans Óla mín sem lækna mistaka mál svo ekki verður umdeilt
að því var bara rústað, við fengum aldrei neitt og hann fekk aldrei neina uppreist æru gagvart því, aldrei nokkuð tíman, þannig að ég sagði einu sinni við Óla minn, ég sagði ásegja svolítið Óli minn, það bara staðreynd að ef þú bjargar ekki sjálfur þá gera engin fyrir þig, þú getur aldrei stóla á neitt nema sjálfa þig, það bara þannig að ég ætla að reyna ef ég mögulega get, þá ætla ég að verða lögfræðingur og ég ætla að verða lögmaður og ég ætla að hjálpa fólki eins og mér og þér sem höfum ekkert bolmagn til þess að kaupa okkur þjónustu lögfræðinga sem eru allt og dýrir og ég skal hjálpa fólki til þess að leita rétta síns í þessu samfélagi og það var í rauninni markmiði. Það var aldrei markmiðið að ég myndi ekki klára meistaranámið mitt, að ég væri bara með BA í lögfræði. Það var aldrei markmiðið að ég ætla að fara að stofna stjórnmálaflokk til að reyna að útrýma fátækt og hjálpa þessum börnum sem ég heyrði að væri fátæk á Íslandi í dag. En það eitthvað, hefði ég ekki til dæmis verið búin að nánast klára grunnnámið í lögfræðina á þessum tíma þegar ég heyri UNICEF að birta skýrsluna sínar fátækt íslenska barna, þá hefði mér aldrei dottið í hug að stofna stjórnmálaflokk, aldrei. Þannig að þá hugsaði mér menntun raunverulega máttur. Þú raunverulega, það víkkar sjóndeildarhringinn og hlutir sem að hefði ekki einu sinni hvarflað að þér að væru fyrir þig. Þegar þú getur alveg skert það og allt í einu eins og hver annar og ég sess bara fyrir fram að tölvuna hvernig stofna ég stjórnmálaflokk. Hvað þarf ég að gera til að stofna stjórnmálaflokk? Ég skal útrýma fátækt á Íslandi. Og það sagði Óli minn, þegar ég sagði já, ég ætla að stofna stjórnmálaflokk, ég ætla að útrýma fátækt á Íslandi, þá segir hann, já, ásti mín, þú skalt nú bara gera það og ég sá það nú svona og heyrði það nú bara á þessum fagra tóni að hann hafiði nú ekkit allt og miklu trú á því að á hvoru, að þú gæti stofna stjórnmálaflokk eða þú gætir útrýmt fátækt. Já, bara að þó svo ég myndi kannski geta stofnað eitthvað, eitthvað úr því raunverulegt sko. Kannski, þú búin að gera annað sem að stofna stjórnmálaflokkin en þú ert ekki búin að gera hitt sem útrýma fátækt. Nei, en það samt sem að komið það áleiðis að hún orðin viðurkennd miklu meira. Hún orðin umtöluð í samfélaginu án þess og jafnvel fólki sem fátækt og áður fyrr hefði síður viðurkennt það og mun verið með það og mjög illa með það meira komið fram núna og segir sína sögu og gerir það án þess að líða eins illa eins og því gerði hér fyrir 7 árum síðan. Þannig ég segi þessi umræða, stöðuga umræða á Alþingi Íslendinga, alltaf og aldrei að kvika frá markmiðinu, aldrei að gefast upp. Ég trúi því að dropinn hóli steinin. Ég náttúrulega orðin fullorðin og ég ekki að fara að vera þarna forever, þannig að hugsaðlega næ ég því ekki að sjá fátæktinni útrýmt nema þá að ég í kjörin almennilega og tæki að mér. Það svo mikið langlífi þinni ætta, þannig að það má vel vera. Já, en svo gerist það að maðurinn minn sem orðið 70, hann með Parkinson og ég náttúrulega eðlilega að hugsa að þú veist, ég 6 árum yngri, ég alveg í fanta formi sko, og kýrskýr hvað það varðar og alveg til í hvað sem að berjast áfram og finnst ég aldrei hafa verið kraft meiri í því heldur í dag. En þá hugsa ég líka, en hvað með hann, ástina mína og fjölskyldun okkar og lífið okkar saman, á ég alltaf að vera að berjast fyrir hagsmuni og hugsjónum, á mín hugsjón að byggja fyrst og síðast á því að hjálpa öðrum, eða á ég að njóta árana sem að ég býst við að maðurinn minn eigi ekki eftir svo allt og mörg, á ég að njóta þess að vera með honum og fjölskyldunni. Þetta er erfið ákvörðun vegna þess að ég í það minnsta mun ekki vera lengur en 1 kjörtímabili viðbót. Í það minnsta. Mér langar til þess að vera búin að koma hugsjóninu okkar þannig að flokk fólksins búin að skjóta rótum og hann áfram þetta tákn og þessi hreini kraftur sem að berjast algjörlega á þessu tiltekna afmarkaða sviði og mér alveg nákvæmlega sama þó einhver segi þið eru bara einsmálsflokkur. Þetta eina mál það mál sem að ég vil vinna fyrir fólki í landinu fyrir. Það nú þannig. Þú segir líka að þetta sé ekki bara einsmálsflokkur heldur þetta bara Inga Sæland að þú sett ræturnar og stofnin og greinarnar og laufin í þessu flokki? Ég það, já. Það er satt. Þannig ef að Inga en það breytir ekki þeirri staðreind að með mér alveg dásanlegt fólk og sjáðu eins og Guðmundur Ingi Kristinsson búin að vera með mér allan tíman með sömu hugsjón
og ekki náttúrulega eins langa reynslu af fötlun og því að þurfa að glíma við vond kerfi og horfa upp á hvernig að fara með fjölskylduna þína sem ekki fær aðstoð vegna barnana sem eru fötlun og slíkt. En Guðmundur Ingi gengur í gegnum algjörlega hörmungar, búin að vera flottur lögreglumaður, flottur, hann var bara að vinna sína vinnu, hann að vinna sem verslunarmaður og lendir síðan í slysi sem að hann svona þokkalega að ná sér af þegar hann lendir aftur í slysi sem að gjössalega rústar honum alveg upp og nýtt og nú hann með hækjur og sko dugnaðurinn í þessum manni, hann ódrepandi Guðmundur Ingi og sjá hann til dæmis þegar hann búin að vera í þinginu frá því á velferðarnefnda fundi morgunin 8:30 og við erum kannski að vinna ennþá klukkan 11:12 kvöldi, 10:11:12 og hann fann að fá krampa í fæturnar sínar og ég sé að hann að taka út gjössanlega og ég veit og hann búin að segja mig það að nóttin verður honum erfið, hann mun illa geta sofið og hann reynir að taka þá einhver verkefni annað slíkt en aldrei að gefast upp. Þessi endalausa hugsun, þessi elja og þessi styrkur, það sko án hans þá hefði þetta aldrei orðið það sem það í dag. Nú erum við síðan svolítið svona illa farinn en síðan þegar ég sá hann að þá leita hann bara rosalega vel út. Hann lítur allt og vel út ég spurði hann eitthvað þá sagðist hann bara einhvern veginn verið að gera hlutina svolítið öðruvísi og verið að passa upp á sig sko hann í sjúkraþjálfun og hann fer alltaf í ræktina, hann reynir alltaf að gefa sér tíma, hann í einhverju fer í hræðilega kalt vatn sem ég get ekki hugsa mér og eitthvað gera hann á föstudögum og eitthvað svona hann sko ef hann fær ekki þetta þennan aðbúna sem hann búin að byggja í kringu sig til að reyna að halda sjó þá hann alveg bara í vondum málum. En ég meina hann svo myndin að Dorian Gray, hann eldist ekki neitt. Það bara þannig að en svo bara við erum ólík, þessi þingflokkur ólíkur, en við erum hvert á, sko, við bökkum hvert annað upp. Við eigum óbúslega, hvað ég að segja, fallega samvinnu. Við erum samstíga og við erum skemmtilega líka. Og þingflokksfundarnir okkar við erum með alveg óbóðslega flott starfsfólk, fagfólk og við erum búin að byggja upp svo flottan og skipulaða starf. Ég hefði ekki trúað að þetta yrði svona magnað eins og það þannig að Þú horfir yfir sköpunarverkið og harla glöð. Ég er óbóðslega stolt og óbóðslega þakklátt og glöð. Ég verð að segja það og ég finn það líka að loksins þá þetta ná í gegn. Fólk að sjá að við erum sönn. Við erum sönn. Það ekkert fals á bakvið, ekki nýtt. Þannig að mér þykir væntu það. Virkilega væntu það. En sko, þú sér sjálfur, þú ert á svipuðum stað að vilja berjast. Þú ert á svipuðum stað og finnur þessa þrá fyrir því að hjálpa og gera hluti, gera landið okkar betra fyrir okkur öll, ekki bara sum. Þannig að, en þú veist að það meira en að segja það. Það meira en að segja það að koma því þannig að það geti farið að virka og ennþá virkar það, þú sér það 4 ræðumönnum þingsins, þá eru 3 frá flokki fólksins. Það eru einhverjir margir klukkutímar frá mér og að næstu konu og það ekki fyrir það að maður sé að berjast við að fara alltaf í ræðustólinn bara til þess að vera einhver ræðudrottning eða bara til þess að röfla allt hvað eina heldur vegna þess að við erum með svo óbóðslega mikið af málum, við sláum öll með í dugnaði með þingmannamálun okkar og það ekki síst því að þakka við erum með meistara starfsfólk meistara, það meira en að segja það að fara að koma með frumvarpið þitt lítur að því að það þarf að líta til alls konar lagabálka jável, sérstaklega þegar þú komin inn í félagslega kerfið eða almannatryggingakerfið og þá þetta fara í hin og þessi lög og það að breyta og bæta og laga og allt gera skiluru, allt í kringum þetta gríðarleg vinna en þetta svo skemmtilegt þegar þú ert búin að sjá að hugmyndin þín, hún búin að fæðast á orðina raunveruleika og það alltaf gerast Stundu gerist það en oft það Nei, ég að minna með málið, ég ekki að meina að það náði fram að ganga það næri ekki fram að ganga með þú ert í stjórnarandstöðu þá gerist fátt þér haldið bara niðri, það bara þannig en ég fer í ríkisstjórn næst það bara alveg, ég bara ákveðin það að segja ef ég fæ ég segi ég mun taka næsta kjörtímabil en ég vildi gjarnan ég fengi tækifæri til þess að sína og sanna hvað í mér býr. En þið í samleið með hægri flokkunum í mörgum málum? Begge tú.
í innflytjendamálum, Já. Í orkumálum. Já. Í mörgum Ég myndi segja helst í innflytjendamálum og í sambandi við orkumálin þá hef ég nú aðalega verið, ég gat nú því miður ekki verið með þeim í gær, það var risa ráðstefna á Örkin í gær, þar var fulltrúar allra orkufyrirtækja í landinu, 300 aðilar sem voru samankomnir og tala um orkuna. Það sem að stuðaði mig mest í sambandi við orkun okkar, að því ég elska landið okkar og hálendið okkar og ég vil sem minnst spilla því eins og kostur því þetta eitthvað sem á að koma til kynslóða. Við eigum ekki að gera einhverja óafturkræfar aðgerðir hér á landin okkar og auðanvarum okkar og fegurinn okkar sko, ef það ekki nauðsyn á því. En sko það sem stuðaði mig mest sem að vara formann Raforkuveganefndar þegar ég fer og heimsæki Landsnet og fer vestur á Firði og fer að skoða og fæ að vita og fæ beint í æð, auðvitað eru náttúrulega útsýnið allt annað þegar þú ert komin í miðju alheimsins þarna í sambandi við þessi mál og þá kemur það í ljós að jafnvel við framleiðum miklu meiri orku heldur nokkuð tíman verið að nýta og samt skortur á henni og maður spyr sig hvernig stendur á því að hverju var að kalla eftir meiri framleiðslu þegar við erum að framleiða 30% meira heldur en við erum að fá að nýta og það vegna þess að það verið að byrja á öfugum enda. Það verður náttúrulega að koma dreifikerfinu í lag og nýta þá orku sem við þegar erum að framleiða. Það breytir ekki þeirri staðreind sko. En það þar sem að ég í orkumálunum, ég vil koma hringtengingunni, þriggjafasanum, ég vil koma orkunni sem við erum að framleiða algjörlega út í allt rólosa kerfi. En er ekki komið í hendunar á okkur fyrirtæki sem bara taka sjálfa ákvörðun? Já, nú bara komið nýtt kvótakerfi sko. Nú verið að búið til nýtt kvótakerfi orkuauðlindin okkar. Já. Og það bara að renna í gegni svo ekkert sé sjálfstæðara. Ég á móti þessu þakka að gæla fyrir. Algjörlega. Ég ekki hægri sinnu hvað þetta var þar. Þetta þróunin sem og þetta verður blandast bara inn í umræðu forsetakosningar. Það verður að tala svona liggur í hjá mörgum frambjóðundum svona óttum að það sé eiginlega bara allar auðlindirnar okkur sem eiginlega lykillinn að því að við getum haft hér gott samfélag. Eigi bara að setja í eitthvað svona kvótakerfi í hendurnar okkur mörg fá. Þetta bara sko þessi pilsfalda kapitalismi sem að hér ríður öftum. Þetta komið út fyrir allan þjóðabalk vegna þess að þetta orðið miklu meira heldur en eitthvað sem að heitir einhver kapitalismi sko. Þetta orðið svo mikil auðsöfnun á fárra hendur eins og hefur verið bara frá því að kvótakerfið setta á... Þú setur hérna við rautt borð að þannig virkar kapitalismin. Hann leiðir til þess að... Já, og þetta orðið of mikið vegna þess að kapitalismin átti líka byggja á einhverju samkeppni. Og hátt að vera einstaklingsfrelsi, samkeppni og bla bla blúblibla. Nei, það ekki þannig. Nú, hvernig það? Samkeppni, kapitalismin leiðir til fákeppni. Hann gerir það raunverulega. Því að færir auð til fárra sem að drottna yfir öllum markaðum og þess vegna setjum við uppi með 3 fyrirtæki á hverju markaði sem í þykistu samkeppni sem ekki samkeppni. Já, ég að segja það að þetta þykistu samkeppni, hugmyndafræðinni þykistu samkeppni sem í framkvæmd heinókun hreinlega. Og svo eins og með dreifikerfi þar þetta komið í eitthvað svona business sjónarmið og þar leiðandi ekki talið vera hagkvæmt að tryggja betri raforkudreifingu til dæmis til Ólafsfjarðar eða Dalvíkur þar sem að verður svo bara rafmagnslaust í Seldu elstu hitaveitu landsins sem var hitaveitan Ólafsfjarðar. Þeir seldu hana í einhverju fátæktakasti eða vantaði fjármagn. Ég hefði nú frekar, ég veit ekki hvað gert áður en að það hefði komið til þess sko. Það voru slík og þvílík mistök sko, algjör mistök. En svona þetta bara og það til þess náttúrulega að nú að vera að setja þessa gjaldmæla þessa mæla út allt. Ég veit nú ekki hvort að Finnur Ingólfsson á alla þá mæla eins og hann átti alla hina mælana sem að seldi svo fyrir einhverja milljarðamastu sem hann fekk frá borginni. Sko, það líka verið að hygla. Það verið að hygla sér og sínum alltaf þessi fákeppnis einkavina væðing þar getur þú aldrei sett mig til hægri, aldrei noktján. En ekki líklegra því að nú þessi ríkisstjórn mun ekki verða áfram eftir næstu kosningar. Það bara... Já, ég ætla bara að vona að það sé algjörlega á hreinu. Ég held að þurfi mikið að ganga á til að svo verði. Sko, og þá verður eitthvað uppstokkun og ekki líklegast að þið lendið eitthvað staðar bara með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum? Ég mun aldrei fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, nei. Okkur ekki? Nei. Hvað hefur á móti Sjálfstæðisflokknum? Ekki allt í lagi með því? Það kemur bara aldrei til greina. Ég meina því líka spillingu hef ég aldrei orðið vitni af. Það alskotast afsakaða orðbragði.
að sama hvort eru brotin lög og hvernig valsað hér bæði réttarkerfið okkar og stjórnsýsluna á skítugum skónum. Það engin ábyrgð, það ekki verið að axla ábyrgð að einu eða neinu leyti. Ég fyrirlít svona stjórnvöld. Algjörlega, ég myndi aldrei nokkuð tíman framlengja lífdaga Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn. Það er löngu orðið tímabært að hann taki frí. Hvernig lentum við í því að eitt flokkur getur haft svona mikil áhrif og farið svona með þau? Já, það náttúrulega... En samt annað alltaf miðja allra hluta á Íslandi? Já, sko, það gerist náttúrulega í kjölfarið á náttúrulega lýðveldun okkar öðru slíku þessi 50-50, þessi helmingaskipta regla sem var á milli Framsóknar og Sjálfstæðis. Það náttúrulega var fjórflokkurinn, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur, Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag. Það byrjar í rauninni þarna Sjálfstæðismenn voru meira svona útgerðarkallarnir, verslunareigendurnir og svo náttúrulega kemur Framsókn með sambandið og allt þetta. Þeir í rauninni skiptu þessu bara á milli sín, hvort sem það voru sendiráðin eða seðlabankin. Og stundu fengu kratarnir að vera með svona í bankaráðum. Já, sko, ef þeir vildu vera svo elskulegir að koma í stjórn, ef að vel áraði hjá þeim, þann kosningaveturinn, þá sviku kratarnir lit og framlengdu lífdaga áframhaldandi Sjálfstæðisflokksins sem búin að vera meira og minna við stjórnvölin alltaf. Bara næstu alltaf. Það orðið löngu tíma, þeir þóla illa að fara í stjórnarandstöðu, get ég sagt þér, ég vissum að þeir verða með verk í maganum hvern einasta dag, gangin í þingi í stjórnarandstöðu, en mikið ofbóðslega hefðu það gott að því. Ég verð nú að segja það. En þeir sem eru í ríkisstjórn, þegar að Sjálfstæðisflokkurinn þar ekki, að það getur verið ansi svona töff. Minnst eitt gott dæmi til þess að bera þetta saman hvernig til dæmis talað Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra og Katrínu Jakobsdóttur. Ég held að munurinn felist í því að Jóhanna þurfti að vera með Sjálfstæðisflokkinn og allt það afl sem er í kringu þann flokk á móti sér, alla fjölmiðlana. Þau voru nú með þeim í stjórn fyrir hrun. Það voru með frun, en Jóhanna var þá bara hún tekur svo við sem forsætisráðherra í eftirhrunstjórninni. En þú veist, svona arfleið Jóhönnu svona í almennu umræðu og svo arfleið Katrínar í almennu umræðu. Þetta ekki, önnur var í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, hinn var með Sjálfstæðisflokki fyrir utan að pissa inn í tjaldið. Sko, ég held að þetta sé til þess að sem að Kristófer Frostadóttir velti fyrir sér í dag. Þú veist, það bara, hvað verður mig ef að ég fer í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkinn hann fyrir utan? Ekki bara skömminni skárra að gera eins og Katrín og vera með inni og vera hampað hér sem vitri mannesku og mannasætti? Sko, þú verður nú átt á því að Katrín, hún talin af þeim hópi sem að hún var að berjast fyrir og VG hefur verið að berjast fyrir. Hún talin bara að hafa svikið algjörlega málstæði. En svo heyrum við núna. Og það liggur náttúrulega á borðinu. Ég hef ítrekað komið fram að í september 2017 þegar hún að segja það og vitnar í Martin Luther King og annars líkt og að segja að það að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu sé það sama og að neita réttlæti og svo bara vaxandi fátækt í landinu og hún við skipstjórin við skútunni, á skútunni. Þannig að maður velti fyrir sér, hvernig getur skipstjórinn á skútunni komið svona fram gagnvart því sem að hún búin að vera að predika og telja fólki trúum, vera kjörin út á, hún var jável kosin vinsalasti stjórnmálamaðurinn og hún var sá stjórnmálamaður sem að fólk lagði mest traust á. Trúðenni og lagði gjörsamlega allt sitt traust á þessa konu. Hún var vonarstjarna samfélagsins. Hún fyrir marga. Bara fyrir marga, já. Og hún verður líka vonarstjarna sjálfstæðismanna þegar hún fer með þeim í stjórn vegna þess að hún í rauninni lætur þá komast upp með alveg ótrúlegustu hluti sem að og allt gert í rauninni, ég segi það, þetta bara fyrir völd. Þarna ekki verið að hugsa hagsmuni samfélagsins. Það verið að hugsa ráðherrastóla. Þú hefur ekki völd nema þú hafir vald til þess að breyta stefnunni eða gera eitthvað. Þú hefur ekki vald þóttu sért inn í herberginu þegar aðrir taka ákvarðanir. Nei, og þú sér að breyta stefnunni, það sem hefur verið gert við stefnu VG, það bara búið að taka hana alveg eins og hún leggur sig og bara hendinni. Enda líka eru þeirra kjósendur bara að svífa á braut. Þau eru fann að mælast hér bara út af þingi, hvorki meira en minna. Sem náttúrulega alveg stórfurðulegt og á skömmum tíma. Fyrir Alþýðubandalagið og þann arm í vinstrinu sem oft var með fylgi upp á kannski svona 17-20%. Já, en þú sér það sjálfur, þessi þróun sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðin að vera alltaf valdaflokkurinn
hafa alltaf aðgang að öllu hverju sem hvort heldur sem það var innherji í því að geta bjarga peningunum sínum undan hruni eða hvað eina annað sem hvernig í rauninni þeir koma í rauninni sínu fólki allstaðar á jötuna í stjórnir, allar helstu stjórnir, starfstjórnir, ríkisfyrirtækja, þetta allt meira og minna, þá þetta meira og minna sjálfstæðismenn eða framsóknarmenn, þeir stýrðu meira og minna öllum stjórnum landsins og hafa gert og réðu svo vini sína og vandamenn til sín til þess að stýra restinni og taka ákvarðanir með sér sem að það eru svona meira og minna eins og kannski við getum séð eins og ríkisstjórnin versum stjórnin versus stjórnarandstaða að inn í þessum stjórnum þá það nú venjulega höfuðpaurinn sem ræður öll og hinir sitja bara og standa og syngja í kórnum einhverja bakrætir. Þannig að svona hafa þeir smám saman söðlað undir sig landi og miðin og við erum að sjá það sjálf. Það liggur algjörlega á borðinu, það með hreinum ólíkindum og svo líka hvernig þeir hafa tekið lífeyrissjóðin okkar hvernig þeir í rauninni algjörlega eru á bremsunni með það að breyta þessari undanþágu reglu lífeyrissjóðana staðgreiðslu við innborgun í skattana, staðgreiðslu skatta. Þetta eina batteri í landinu sem með undanþágu frá staðgreiðslu skatta. Við getum ekki beðið það að fá að geyma það að borga skattan okkar þangað til við verðum 60 að því við viljum frekar að fá að njóta þessa prósenta, nýta þessa prósentur og fjárfesta í þeim. Fjárfesta fyrir þau, spara sjálf og velja sjálf, við höfum ekkert val launin þín eru bara tekin, þú bara lögþvingaður að greiða inn að lífeyrissjóð þetta eru komið núna á 700.000 milljarða, þetta lífeyrissjóðsbákn og ennþá fáum við ekki að afnema þessa undanþágu reglu við staðgreiðsluna sem gæf okkur hátt í 70 milljarða á ári, hverju einasta ári í ríkiskassan, ekki einskiptis aðgerð sem felst í því að selja frá okkur auðlindin okkar, bankana okkar, ég vil ekki sjá það, hvaða business maður selur banka sem er búin að hala 170 milljarða á 10 árum? Sjálfstæðisflokkur mikill vandaflokkur. Hann hefur gríðarlega ítök í stjórnsýslunni, dómskerfinu, eiginlega öll stærstu fyrirtækin og hagsmunna samtök fyrirtækjana, SA og viðskiptaráð og hvað þetta heitir allt saman. Þetta bara ein risastór valdablokk sem og hefur ítök í lífeyrissjóðunum. Það ekki hægt að breyta stefnunni þar, vegna þess að þeir vilja lífeyrissjóðunir haldi áfram. Þetta minnir bara á kínverska kommunistaflokki. Haldi áfram að þjóna fyrirtækjunum, lífeyrissjóðunir. Hinum einn erum við með nú samfylkingin að vaksa í fylgi þú stendur í orðaskaki við Já, ég stend í orðaskaki núna bara einhver ritdeila já það kemur ekki til greina að ég viðurkenni ekki þann vanda sem að við að eiga í samfélaginu í dag sem sá að hér öllu haldið niðri, hér verðbólga, hér vantar þúsundir fastegna, hér ekki synd þau börn sem eru að erlendu bergi brotin og eru hér í skólum, hér eru 90% í skóla í Breiðholti í einu skólanum eru börn að erlendu bergi brotin og við erum ekki að gera neitt fyrir þessi börn. Það eru 2 klukkutímar á viku sem þessi börn eru sótt inn í skólan til þess að kenna þeim íslensku. Hvernig heldur þeim líði í nýju landi og nýju öllu og það furða? Þó að ég veit bara hvernig mér leið í minni föttu. Þau eru svikin nám alveg svo þú varst ekki. Þau eru svikin og ég var komið með hugmynd hvernig við gætum til dæmis hjálpa þarna til mjög mikið og kostar okkur ekkert nema bara visku stíg út fyrir ramman og örlítið meiri bland af kærleika í það sem að við þykjumst vera svo rosalega góð við hér geisa nú 36 stríð á jörðinni og aldrei meira síðan í seinni heimsstyrjöld, aldrei annar eins alvarleiki og við verðum bara átt okkur á því við getum því miður ekki bjarga heiminum, það liggur á borðinu. Mín tillaga svo að foreldrar sem koma með þessum börnum eða næstu aðstandendur sem að eru heima og fá ekki tækifæri á því einu sinni og eru á framfærslu okkar flestir þeirra vildu þeirra bíða eftir svari, bíða eftir hinu eða þessu, þau eru ein heima barnið í skólanum, líður ekki allt of vel ekki að læra eitt eða neitt og bara tilbaka í Spáni í stað og ókunnugu landi. Ég vildi að þessum einstaklingum virkilega boðið að koma inn í skólana 2-3 tíma á dag eða hvað sem vera skólaliði, fá greitt fyrir þjónustuna og við myndum miklu frekar greiða en fyrir þá þjónustu þar sem þau fá að fara inn í bekkin, vera með börnunum sem tala þeirra tungu.
sko, tala þeirra tungumál. Þau vilja alls ekki að umsækjendur hæli fá að tengja samfélaginu, fá að vinna. Já, mér finnst það bara algjörlega ránt. Já. Ég er ekki þar. Mér finnst það ránt að sko, fyrsta lagi vil ég bara að kerfið sé skilvirt. Annarkvort þetta koma eða þú ert að fara. Þú ert ekki að þurfa að bíða hér árum saman og láta læða staðir í skjóli nætur og henda þar úr landi. Eins og að geta um daginn til dæmis við konuna frá Nígeríu. Það er ekki ég. Það hefur verið í 6-7 ár hérna. En sko, það er náttúrulega að þetta er bara galið. Það er galið. Ritdeilan við þingkonur Samfylkingarinnar, það var ekki sko, um þetta. Hún kemur þegar ég er að koma með breytingatillögum útlendingamál, þá byrjar hún í ræðustóli Alþingis og segir að þetta sé ógeðslegu popúlismi, hlaðin útlendingaandúð. Það er formað flokks fólksins. Var það þessi tillaga sem þú ert að nefna núna? Nei. Hvað er tillaga? Tillaga mín sem ég er að nefna núna er bara falleg tillaga. Já, ég veit það, en tillaga sem hún var að andmæla? Það var bara í rauninni, ég var að mæla fyrir tillögu sem að Eyjólfur var með, því hann er í allsherjar- og menntamálanefnd, sem í rauninni tók af þá möguleika að einstaklingar gætu komið hingað, sótt alþjóðlega vernd á grundvelli efnahagsástands í landinu. Þá kemur sá einstaklingu frekar til landsins og sækir landvistarleyfi og atvinnuleyfi og þau gera það gjarnan að þau blanda saman erlendu vinnuafli, umsækjendum alþjóðlega vernd og flóttafólki. Það þarf enga sérstaka list að geta gert greina mun á milli. Þetta er ekki einu sinni undir sama ráðherra. En akkur þarf að breyta þessu vegna þess að þú kannast við fyrir nokkrum árum þegar það voru margir sem komu hingað til þess frá Albaníu. Þeim var öllum hafnað hæli vegna þess að það var ekki nóg að það væri slæmt efnahagsástand í heimalandinu. Já, það kom sérregla. Sko, það var þannig að kærunefnd útlendingamála þarna á einhverjum ákveðnum tímapunkti tók Venesúela sérstaklega út fyrir svega og ákvað það að það væri svo bágt efnahagsástand og óhreint vatn að þau ættu í raun að ganga beinustuleið inn í hælisleitendakerfið með sko alþjóðlega vernd og sko þessa viðbótarvernd. Sjálfstæðisflokkurinn ákvað þetta. Viðbótarvernd. Sjálfstæðisflokkurinn ákvað þetta. Já, og þessa viðbótarvernd sem var þess valdandi. Það getur ekki hafa gerst að Útlendingastofnun taki þessa ákvörðun. Nei. Jú, það var kærunefndin sem kom með þetta, þessa úrskurð. Nei, fyrst gerist það þannig að Útlendingastofnun ákveður að fólk frá Venezuela fá þessa viðbótarvernd. Síðan kemur í ljós hvað er mikill fjöldi sem þar og Sjálfstæðisflokkurinn missir áhugan á Venezuela. Þetta byrjaði þegar Bandaríkjamenn heldur getur verið bara með valdarán og fleira. Ég held að Íslendingar hafi sko samþykkt einhverja útlagastjórn og eitthvað fleira. Já. Ok, en það er samþykkt. Útlendingastofnun gerir þetta og það er engin möguleiki á því Útlendingastofnun taki svona ákvörðun án vitundar og samþykkis ráðherrans. Síðan þegar kemur í ljós, Sjálfstæðisflokkur búin að missa áhuga á Venezuela, kemur stór hópur að þá segir Útlendingastofnun nei, ég ætla að breyta þessu. Nú fær þú ekki hæli. Og þessa viðbótarvernd. Það var kært og þá segir kærunefndin þið get ekki breytt svona nema sem efnislegar ástæðu fyrir því að ástandið í Venezuela hefur ekkert breyst, þannig að þið verður bara að láta þennan umsækjanda líka fá hæli. Þannig að ákvörðunin að opna fyrir, hún kom frá Útlendingastofnun sem er bara undirstofnun ráðuneytisins. Og þú ert að segja að það var bara kærunefndin sem að... Já, sagði bara, þið get ekki breytt, þið eru búin að hafa þetta svona og þess vegna var að vera að vísa í jafnræði og annað slíkt. En svo það var ekki, kærunefndi breytti ekki afstöðu sinni fyrir en það var búið að breyta lögunum. Já. En þarna segjum við líka sko, ef það er bágt ástand í Venezuela og hvernig er það þá, hvernig er það í Níger og hvernig er það í Jemen og hvernig er það bara út allt, Sómalíu, hvernig er ástandi út allt, það sem er til dæmis eins og í Súdan núna, hugsaði það eru bara 4 milljónir barna á flótta. Bara 4 milljónir barna, það ríkir sko vargöld og svo viðbjóðsleg slátrun á fólki að það tekur ekki, sko, bara ég er bara ekki með taugar til þess að ég er bara eins og hinir sem að vilja ekki sjá dýrin kveljast en ég samt sem áður lambakotlettu skilur. Ég er bara eins og strúturinn. Ég vil frekar, ég myndi aldrei fungera ef ég sæi í beinni útsendingu allan þann viðbjóð sem framfer í heiminum í dag sem að er algjör hryllingur. Og ég hefði ekki taugar í það, enga veginn. En sko þetta kemur, þá er ég sökuð þarna útlendingaandúð og ógeðslegan populisma. Ég kærði það til forsætisnefndar vegna þess að hún er að hvetja til, sko, hún er bara að ráðast á mig persónulega og búa til úr mér einhvern einstakling sem ég er ekki og
skapa ákveðin, bara búa til sko neikvæðin í kringum mig, hatursorðræðu í kringum mig. Svo núna allt í einu þegar að útlendingalöggjöfin kemur inn í þingið aftur, ég vil þessa útlendingalöggjöf í gegn, absolutt. Það bara gengur ekki að við höfum ekki stjórn á útlendingamálunum. Það gengur ekki að þröskuldurinn á Íslandi sé miklu lægri en allir þröskuldurinn í kring, þannig að þeir sem koma og þurfa að leita hjálp, þetta megnið af þessu fólk sem þarf aðstóð og væri betra líf fyrir þau hér, megnið af þessu fólki. En við höfum ekkert með það og ekkert í það að þröskuldurinn okkar sé það mikið lægri að það flæði þá hingað fólkið í stað þess að fara annað vegna þess að þar eru þröskuldinir jafn háir og því miður það bara tekið á málaflóknum þegar að allt komið í óefni. Ég segi, hvers vegna eigum við að finna hjólið alveg búið nýtt eina ferðina enn? Eigum við ekki að læra því sem að gerast hér í löndunum í kringum? Það sem ég skil ekki í þessari umræðu að sko, fjöldi hælisleitenda hingað hefur snarlækkað. Já, hann að gera það núna, já. Það bara, ég held að sé fyrir að nálgast 50% færri núna heldur var í fyrra. Og það gerist eftir við lokuðum á... Þá segir ykkur, já það ekki bara Venezuela, nei það það ekkert. Það bara þú horfir á alla hópana að þá eiginlega samskonar fækkun og áður var. Þannig að kannski var þetta þessi kúfur sem að kom, kannski bara eitthvað eftir COVID eða eitthvað. Að einhverjum ástæðum að þá bara miklu færri sem koma hingað. En við höfum ekkert með það að gera að fá fleiri kúfa. Við höfum ekki bólmagn til þess að ef allt í einu dytt í hug að koma annar kúfur og við varum ekki búin að byrgja brunnin, við bara höfum ekki bólmagn til þess. Hér verið að segja fólki upp leigunni og til þess að leigja það fyrir hælisleitendur. Stæðsti kúfurinn náttúrulega tilboð stjórnvalda, fyrst til Venezuela og svo til Úkraínu. Og ef þú tekur þetta í burtu, þetta bara 80% af vandanum. En það umræða snýst það. Mér finnst ekki vandi. Mér finnst við getum ekki kallað að vanda þegar við erum að hjálpa fólki. Ég kalla það verkefni og við erum ég kalla það verkefni sem við erum að taka að okkur til að hjálpa. En það eitt. Við gleymdum að smíða íbúðirnar. Já, það eitt að taka að okkur stórt verkefni og vilja hjálpa og annað að hafa burði til þess. Við erum hér að horfa upp á, og það veistu sjálfur, samfélagið okkar hér, flest allar innviðastóðir nema bankarnir og kvótakongarnir standa hér á brauðfótum. Við erum að horfa, ég hef aldrei séð annað eins og í sambandi við heilbrigðiskerfið. Hverslas hryllingur að þróast í rauninni í heilbrigðiskerfi sem gjörsamlega í mólum. Ég held að umsókn mín viðtal við sérfræðilækni sé að fara að eiga eins á sammæli og ég hef ekki þeitt frá hann. Ég ætla að halda upp á það. Það verður í júní. Þetta nákvæmlega og ég bara heyri ekkert sko. Nei, við erum að lesa alveg skelfilega sögu nákvæmlega þetta og þess vegna segja það, allt í lagi. Ef að við getum tekið á móti 10.000 mann sem að flýja hér stríðsógnir og við ættum íbúið fyrir þetta fólk og getum boðið þeim líf, þá erum við með nóg land. Það vantar ekkert upp á það og við erum fámenn. Við getum smíða íbúðina. En við megum ekki smíða íbúðina núna vegna þess að það segir Ásgeir. Vegna þess að hann bara heldur stýrivöxtunum í 9,25 og hann bara að gera það. Nú má ekki byggja vegna þess að það verður þensla en það vantar íbúð vegna þess að það skortur. Hér ekki húsnæðisskortastefna og hefur verið gert árabil löngu fyrir þetta efnahags ástand neikvæða sem við erum að glíma við í dag. Og svo þessi lóðaskortastefna sem hefur verið rekin hér af Reykjavíkurborg. Svo ég ætla nú ekki að tala ég skil náttúrulega ekki hvernig þessi stjórnvöld geta endalaust haldið velli og áfram miðað við þann skandal, hvað sem það braggamál eða gjafagjörningur til olíufélaga. Það verður spennandi að sjá hvort að samfylkingi fær ekki bara 90% borgarbúa til þess að kjósa sig í næstu kosningum. Samfylkingin svolítið í borginni eins og Sjálfstæðisflokkurinn alveg sama þótt að kjósendur hafni samfylkingunni, að hún næri einhvern veginn alltaf að vera miðjan í næstu meirihluta. Þú sjáðu forsetakosningarnar, við vorum að tala Katrínu. Katrín hversmannshugli og í öllum samskiptum. Hún brosmild, hún elskuleg og skemmtileg kona, þú veist. Og svona friðarsinni og gott að umgangast Katrínu. En Katrín hefur svikið málstæðin, hún hefur svikið sitt fólk, samt sem áður, þá hún núna, hún komið kvótakongana og alla á bakvið sig sem sýnir í rauninni hver viljinn var raunverulega. Jú, allir geta stutt mig, segir Katrín, auðvitað mig allir styðja mig og oft, hverjum dettur það í hug að sjálfstæðismenn
Moggin og kvótakongar og allir þessi var að setja 10 milljónir í kosningabaratu fyrir konu nema að því að væri einhver hagur fyrir þá að koma inn á Bessastaði. Hver er hagurinn þeirra að koma henni á Bessastaði? Og nú er hún að fara svona upp í skoðanakönnunum. Nei, hún er ekki að fara upp. Sko. Nú hvað meinarðu? Nei, það er að hún kom inn í... Eru hinnir að fara niður? Nei, já, hún kom inn í 33% og datt mjög fljótlega niður í 25 og hún er bara, liggur það flött. Það sem hefur gerst er að sko Halla Hrund náði flugi og lækkar og hinn það bara dreifist meira. Hinn er eiginlega bara öll á sama stað svona frá 16 til 18, Baldur, Halla Tómasar og Halla Hrund. En þrátt fyrir það er hennar flokkur sem að hún ákveður að yfirgefa þegar að hann er í raunin að róa lífróður. Bara hann er að róa lífróður. Katrín er búin að vera, hún var varaborgarfulltrúi 2002 til 2006. Hún gerist varaformaður held í 2003 eða 2004 flokksins. Þetta er búið að vera það afl í kringum hana, það stjórnmála afl í kringum hana sem hefur byggt upp stærri hlutan af og verið stærri hlutin af hennar tilveru sem fullorðinnar konu í þessu tilviki. Og mikið gengi á, margir yfirgefið flokkin. Allt að gerast, allt að reynd, nema hvað. Núna, þegar flokkurinn er í rauninni í frjálsufalli, þá ákveður hún að yfirgefa bara skútuna. Hún labba bara frá því og hver tekur við sætinu? Bjarni Benediktsson. Og hver er sem styrkir hann í forsetin? Bjarni Benediktsson, Sjálfstæðisflokkurinn. Hvað segir þetta? Þarf einhver ægilega heila á bakvið þetta og þess vegna skil ég ekki. Hvernig þá stendur á 25%? Jú, það er bara sjálfstæðismenn og auðvaldið og framsókn og þeir sem eru miðinni þarna, þeir eru að styðja áfram. Það eru þær prósentur sem er að skila sér inn vegna þess að ég trúi því ekki að fólki sem hún hefur svikið ætli að kjósa hana til forseta. Ég myndi ekki trúa því. Það sést líka í konunum, það eru 42% landsmanna sem vilja hana alls ekki sem forseta. Þannig en svona er þetta nú. Svona er nú þetta allt saman, þetta er allt skrítið og hérna, en já, við vorum að tala mína meintu útlendinga andúð og þarna kemur Þórunn Sveinbjarnardóttir reiðst fram á Ritföllin hérna í síðustu viku og þá er hún að tala miðflokk, sjálfstæðisflokk, flokk fólksins með sína útlendinga andúð náttúrulega og þetta ógislega hérna útlendinga frumvarp. Sko það má hverjum finnast sem þeim sýnist en löggjöfin er nú einhvern veginn sá sem að heldur taumana og honum ber skylda til þess að sjá til þess að samfélagi virki hérna fyrir okkur öll. Honum ber skylda til þess að hér sé menntun, heilbrigðisþjónusta og allt saman. Mér sleiðist að segja það því að vinnur á Alþingi en Alþingi er ekki að sinna þessu. Nei, það er ekki að gera það. Það er bara búið að vera húsnæðiskreppa hér bara í alveg frá 2011 verulega. Ég var að segja, það er ekki bara skortastefna. Já, það er hérna, heilbrigðiskerfið er... Það er til þess að hafa verðið alveg upp úr öllu valdi. Hverjir eiga... Heilbrigðiskerfið er veikt, menntakerfið er að veikjast. Það er svo veikt að það er hræðilegt. Að þá var okkur boðið upp á lausnin á þessu síðan að stoppa hérna einhverja hælisleitið til þess að koma hingað eins og ég veit alveg hvar þú liggur á þessari línu ég er að reyna að skilja þetta af því að þegar þú tekur sko Úkraínu frá og Venezuela frá þá er þetta bara tiltölulega fámennur hópur og við erum með stöðun á húsnæðismarkaði og við erum með stöðun í heilbrigðiskerfinu og við erum með stöðun í menntakerfinu. Þetta getur ekki verið ástæðan fyrir þessum vanda. Þannig mér finnst eins og stundu þegar við vorum að ræða Eurovision í staðin fyrir að ræða bara Gaza þá áttu að vera að ræða Eurovision í staðin fyrir að vera að ræða niðurbrót á grunnkerfunum okkar þá var okkur boðið upp á það að ræða nokkra hælisleit. Þú eiginlega byrjar á öfugum enda þegar þú talar þetta svona. Þú talar þetta það getur ekki verið vandinn þó við tækjum á móti 20 manns. Það getur ekki verið þeim að kenna að stóðurnar okkar séu eins og þær eru. Nei, en þetta glas hérna er alveg orðið fullt og þú hellir í það þó það sé ekki nema bara ein teskeið, þá fer það hér á borði. Það liggur, eins og staðan er í samfélagin í dag, þá er þetta glas fullt. Hvað lítur að því að bæta við fleiri einstaklingum sem við þurfum að ala önn fyrir. Hvort sem það eru gamalmenni sem fara á ellilífeyri hér eða öryrkjar sem fara beint inn á almannatryggingakerfið eða hvað eina annað sem er eða börnin sem við erum ekki að sinna. Það er fullt þetta glas og það út úr í flæðir. Við verðum að ná niður, við verðum hreinlega að drekka nokkra sopa á glasinu til að geta bætt í það aftur ekki satt. Verðum að fækka fólki, frekar heldur að byggja Við erum ekki að fækka fólki, við erum bara að halda í horfinu núna, við verðum að koma jafnvægi á í samfélaginu, við verðum að byggja húsnæði fyrir alla. Við fengum heilt bæjarfélag í fangið.
þau eru gjörsamlega verða buguð núna. Er eitthvað verið að byggja fyrir þau? Ekki neitt? Það gengur allt svo hægt. Það er ekki verið að byggja eitt einasta hús? Jú, það er verið að kaupa eitthvað hjá hérna leigufélögunum. Nei, það er verið að kaupa það sem að fyrir það er ekki verið að byggja viðlagsjóðshúsin. Er ekki Bríett eða hvað sem þetta heitir að byggja eitthvað og þeir ekki verið að byggja einhver aðhús eða eitthvað suðu frá. Allavega er það þannig. Það er minna byggt heldur en þarf að byggja. 78% held ég, 78% af öllu leiguhúsnæði hér á markaði er rekið af græðgisvæddum leigufélögum. Við erum búin að sjá þessi húsnæði skortastefna sem hér hefur verið rekin, eins og þú bendir á síðan 2011. Hún hefur haft þetta langtíma markmið að ná undir sér fasteignamarkaðanum. Öll þurfum við að það gefur höfuði. Það er alltaf þeirra markmið, þeirra ríku og þeirra sem eru að stýra hér öllu og eru búin að koma sér allstaðar á jötuna. Það er þeirra markmið, ná til sín fasteignunum, ná til sín heilbrigðiskerfinu, ná til sín öllu sem við þurfum alltaf að nota. Vegna þess að skiptir ekki máli, við komum, við förum, það kom alltaf nýjir í staðinn. Ég er að segja, við getum verið miklu fjölmennari heldur en við erum í dag og okkur frekar fer fækkandi. En við verðum að stilla þessu þannig að hafa vit á því hvenær við verðum að stíga niður fæti og segja, hei, við erum hreinlega komin algjörlega upp fyrir haus, við erum búin að vaxa okkur yfir höfuð, glasið er fullt, við þurfum að drekka aðeins úr því. Við verðum að vinda niður, við verðum að vinna á þessu og við verðum að taka utan það fólk sem er hér fyrir í landinu og jaðarsetja það ekki svona. Við erum með fullt að jaðarsettum hópum, við erum með fatla fólk, við erum með gamalmenni, við erum með 700 eldri borgara sem að bíða eftir að fá fasta búsetu. Þau eru í algjöru óöryggi. Við erum með þúsundir barna sem líða hér skort og er í sárri neyð og bláfátak og fá ekki að taka þátt í þessu samfélagi sem öllum sjálfstæðismönnum og ríkisbubum þætti svo sjálfsagt að vera með litlu ballerínuna sína, ballerínunni í engatíma og píanistan sinni í engatíma og allt þetta. Við getum ekki verið að taka móti fleira fólki þegar við höfum ekki burðið að bolmagn til að sjá þá sem þegar eru hér fyrir. Við verðum að vera skynsum. Það er eitt að segja, ég sigli hér á minni mannúð og mínu mannkærleika. En þegar mannúði mín er farin að snúast upp í andhverfi sína og farin að bitna á þeim sem ég segist vilja hjálpa, þá held ég að við ættum nú aðeins að horfa öxl og aðtók hvort við getum ekki skipulagt okkur betur. Og það er nákvæmlega það sem ég segi, þess vegna er ég komin í einhverja ritdeilur hér við Þórunni og núna við Oddnýju G. Og síðast sendi ég harkalegan pistilinn til þeirra beggja í gær sem heitir, hvað heitir hún? Þetta voru hrunráðherrar og reynsluboltar samfylkingarinnar. Þær voru báðar ráðherrar þegar voru hér þúsundir fjölskyldna bornar út á götu á meðan að VG og einmitt Jóhanna Sigurðardóttir sem forsætisráðherra eyddu hér milljörðum og milljarða ofan í SPK, Sparisjóð Keflavíkur, gjaldþrota og gjaldþrota tryggingafélagi Sjó og Almennar, milljarðar fór í það. Þeir lofuðu Skjaldborgum heimilin fyrir kosningarnar voru 2009, en hvað gerðu þeir í staðinn? Þeir reistu Gjaldborg heimilin sem voru látin fara á hausinn, en þeir reistu Skjaldborg fjármálaelituna. Þannig að þetta átt að heita hinn hreina vinstri stjórn, hinn norræna velferðarstjórn. Inga. Vorum við að fara að ræða pólitík? Já, þú ert svolítið byrjuð á því. En ég ætlaði bara að segja sko að þetta með greininguna á húsnæðismarkaðnum og hvernig hann hefur verið græðgisvæddur, að það hefur verið búin til bara business út úr því að eitthvað stakk yfir höfuðið. Nei, sem að nýðasta fólki sem að á ekki húsnæði og okkur leigusalar fá bara að gera það. Þetta er bara óþveri. Sko, mér finnst að við eigum að laga það og þetta með það að fyrsta skrefið sé að herða útlendingalögin, þar missurum mig úr þinni réttlætisbaráttu. Nei, ég vil bara hún sé jöfn, ég vil bara jafna hana á við það sem er að gerast hérna í kringum okkur. Ég vil ekki að við séum í rauninni sá staður þegar að við erum að sjá að það er vaxandi fjöldi og vaxandi vandi. En ætti ekki aðal fókusin að vera á því að við verðum að hafa hér samfélag þar sem að sko húsnæði er ódýrt og örugt. Já. Og að fólk þurfi ekki að fara með 70% ráðstöfunarfénu sínu til einhvers okurleigara. Ekki bara 70%, þetta er bara hræðilegt. Þú ert eiginlega að taka, vera elskulegu hvað það varðar vegna þess að ég er að fá hér bréf hvern einasta dag. Þetta öryrkjar og aðrir sem eru á leigumarkaði og eru á frjálsum leigumarkaði, það fer
allar þeirrar greiðslur fara beinustu leið í húsalegu vegna þess að 3 herbergja íbúð komi hér yfir 300.000 krónur. Já. Og það gerðist líka hérna kannski svona 100 fermetra íbúður þegar þær fóru yfir 300.000 skallin, að þá fóru þær bara undir 400.000 skallin. Það alveg rosaleg hækkun. Þetta bara óþverra ástand og til dæmis á meðan að haldin þessi þráhyggja Seðlabankastjórans, auðvitað það stjórnvöldum að kenna, auðvitað getum við ekki alltaf sett alltaf á Ásgeir Jónsson. Hann hefur náttúrulega ekki mörg verkfæri í töskunni, hann hefur náttúrulega hamar og allt sem að hann kemur nálægt verður þá að nöglu og hann ber hann á báða bóa með þessum blessaða hamri sínum en hittir ekki einasta nagla og heldur í rauninni stýrivöxtunum í 9,25. Alveg sama. Þó verkalýðshreyfingin og jafnvel samtök atvinnulífsins og stórar verslunarkeðjur og sveitafélögin og ríkisvaldi sjálft ætla að koma að því að reyna að koma með langtíma kjarasamning til 4 ára sem að þau skrifuðu undir verkalýðsfélögin okkar og voru allir að vilja gerðir, fóru fram á lágmarks launahækkun, vildu frekar fá stuðningin sem að ríki kemur með inn í samningin í formi húsnæðisstuðnings, barnabóta, vaxtabóta og þetta. Nei, þá heldur hann sýnir ekki lit. Ég bjóst við því þegar peningastefnunefnd kom saman eftir að var búið að skrifa undir þessa samninga að hann myndi sýna pínulítinn lit og setja þetta niður í 9%. Hækkum 0,25 púnta. Og svo hefði ég viljað sjá að núna vera komið þetta í 8,75 og sýndi ennþá lit vegna þess að verðbólgan var komin niður í 6%. Eigum við að segja, þetta þekkist alltaf byggðu bóli nema bara í vanþróuðum stríðshrjáðum löndum að halda þessu eins og að vera að gera hér og nú í dag. En það þekkist hvergi að raunvextir stýrivaxta séu 3%. Stýrivexti séu 3% umfram verðbólgu. Nei. Og fólk að borga kannski raunvexti upp á 6-7% bara fyrir húsnæðislán, 11% fyrir yfirdráttarlán. En þetta var tímamóta álit sem kom frá EFTA í gær. Nú það á borði íslenskra dómstóla að kveða á það hvort það taka mark á þessu áliti og dæma samkvæmt því Breki Karlsson og Neytendasamtökin eru með þarna 3 mjög merkileg mál inn í dómskerfinu sem að lúta öll að þessu óbeldi bankakerfisins gagnvart okkur lántökum. Þannig að við erum byrjað að tala um pólitík sem við ætlum ekki. Nei, ok. Hvert erum við að fara? Ég er að fara á skíði. Það var skíði á Ólafsfirði. Markmið mitt var auðvitað því að þú varst svolítið slægið þegar þú komst hérna og varst að segja mér frá hundinu þínum. Markmið mitt var bara að spjalla við í smá stund og fá það til að gleyma þér aðeins. Ég er alveg búin að gleyma að lopa núna í augnablik, það er nú það. En elsku ekki lopi, hann býður mig eftir mig þegar ég kem heim. Ég er að vona sig í lagi með hann. Þannig að En mér finnst gaman að fá því í heimsókn, gaman að fara með þig hérna svolítið aftur og baki tíman til Ólafsfjarðar. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að spjalla við þig. Yndislegt, takk fyrir bara að koma hingað. Takk fyrir þig og ykkur öll. Takk. Já, yes. Og ég þakka ykkur líka fyrir að hafa staldri hérna við meðan við vorum að leika okkur að spjalla saman, ég og Inga Sæland. Það framundan helgardagskrá, það úrval úr svona ýmsum þáttum hér á eftir og svo í hádeginu á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils og ætli við verðum ekki að ræða forsetakosningar, ég býst við því. En takk fyrir í bili og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.